Tekið fyrir 3. dagskrármálið, almannatrygging, leiðrétting, frumvarpmál 150 á þingskjali 217, 1. umræða. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Nikolí Mosti. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum almannatryggingar númer 100 2007 með síðari breytingum frá meirihluta velferðarnefndar. Á síðustu löggjafarþingi voru samþykkt á Alþingi lög 116 2016 breytingu á lögum almannatryggingar númer 100 2007, lögum félagslega aðstoð númer 99 2007 og lögum málefni aldraðra númer 125 1990. Lögin öðlast gildi 1. janúar 2017 og fólust í þeim miklar breytingar á almannatryggingakerfinu, einkum hvað varðar ellilífeyri. Frumvarp það sem varð að lögum númer 116 2016 byggði að mjög miklu leyti á tillögum nefndar endurskoðun laga almannatryggingar sem oft eru kennd við Pétur heitinn Blöndal. Meginmarkmið lagabreytinganna var að einfalda lífeyristryggingakerfið, auka rétt þeirra sem áunnið höfðu sér engan til lítið rétt í lífeyrissjóðskerfinu og auka möguleiki fólks til sveigjanleika við starfslok og upphaf lífeyristöku. Óhætt og fullyrða að með samþykkt laganna hafði náðst stór og mikilvægur áfangi í heildarendurskoðun laga almannatryggingar, endurskoðun sem mun halda áfram á þessu kjörtímabili. Almannatryggingakerfið annað tveggja lífeyristryggingakerfa sem hér hefur verið komið á með lögum. Hlutverk almenna lífeyristryggingakerfi einkum að tryggja þeim sem á þurfa að halda bætur vegna elli og örorku. Samkvæmt almannatryggingalögunum gildir því sú meginregla að allar skattskyldu tekjur lífeyrisþegans hafa áhrif á fjárhæð bóta frá almannatryggingum og gildir það einnig greiðslur samkvæmt lögum félagslega aðstoð. Kemur þetta skýrt fram í 2. málsgrein 16. grein laganna og þar einkum að ræða tekjur af atvinnu, greiðslur úr lífeyrissjóðum og fjármagnstekjur. Í 3. og 4. málsgrein 16. grein laganna aftur á móti taldar upp nokkrar ívilnandi undanþágur frá meginreglunni þar sem tilgreint hvaða tekjur skuli ekki reiknaðar með við útreikningu bóta þrátt fyrir meginregluna sem fram kemur í 2. málsgrein séreignarlífeyrissparnaður, fjárhagsaðstoð sveitarfélaga og bætur úr slysatryggingum og almannatrygginga auk félagslegrar aðstoðar ríkisins, dæmi tekjur sem undanþegnar við útreikning bóta. Með lögum nr. 116 2016 voru meðal annars gerðar breytingar á 16. grein laga almannatryggingar. Eftir að lögin voru birt kom í ljós að við vinnslu frumvarpsins hafi átt sér stað villa sem lýsir sér þannig að hinn nýju bótaflokkur ellilífeyris samkvæmt 17. grein og ráðstöfunarfé samkvæmt 48 og 57. grein laga almannatryggingar höfðu færst í 3. málsgrein 16. grein þar sem meðal annars greiðslur úr skyldbundnum atvinnutengdum lífeyrissjóðum tilgreindir. Þessir bótaflokkar átti hins vegar að færast í 4. málsgrein 16. grein en þar greiðslur frá lífeyrissjóðum ekki tilgreindir, öfugt við 3. málsgrein. Þannig var ætlun löggjafans að sama regla ætti við útreikning ellilífeyris og ráðstöfunarfjár ásamt tekjutrygginga örorkulífeyrisþega en eftir á móti átti 3. málsgrein 16. grein laganna sem undanskilur meðal annars greiðslur úr lífeyrissjóðum tekjuútreikningu eingöngu að eiga við útreikning örorkulífeyris
þess vegna svokallaðs grunnlífeyris til öryrkja. Hér hafa því átt sér stað mannleg mistök sem ekki uppgötvuðust fyrr en eftir að lögin hefði öðlast gildi þrátt fyrir mikla yfirlega og yfirlestur margra aðila. Þessi mistök verður nú að leiðrétta. Verði það ekki gert gæti það haft þau áhrif að greiðslur frá lífeyrissjóðakerfinu yrðu undanskildar við útreikning hins nýja ellilífeyris og ráðstöfunarfjár, en það ekki í samræmi við vilja löggjafans. Sá vilji kemur glöggt fram í lögskýringargögnum, einkum í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum númer 116/2016, en þar segir meðal annars, með leyfi forseta, lagt til að lítið verði heildstætt á alla tekjur ellilífeyrisþega, burtséð frá því hvers konar tekjur að ræða, með örfáum ívilnandi undantekningum. Þá lagt til að allar tekjur ellilífeyrisþegans hafi sama vægi við útreikning ellilífeyris, að skerðingarhlutfall vegna tekna verði 45% og að svokallað frítekjumark vegna einstakra tegunda tekna verði afnumin. Það segir á öðrum stað, með leyfi forseta, áfram geta ráð fyrir ákveðnar tegundir tekna, svo sem greiðslur úr séreignarlífeyrissparnaði og fjárhagsaðstoð sveitarfélaga, verði undanskildir við útreikningu á tekjuviðmiðinu. Þarna ekkert minnst á greiðslur úr lífeyrissjóðnum, enda var ekki ætlun að undanskilja þær við útreikning hins ellilífeyris frá almannatryggingum. Ef það hefði verið ætlun löggjafans að undanskilja þær greiðslur við útreikningun, þá má ætla að það hefði verið sérstaklega tekið fram í bæði í almennum athugasemdum og í athugasemdum við 1. grein laganna, svo ekki sé talið kostnaðarmati fjármála- og efnahagsráðuneytisins, enda hafði það falið í sér mikla stefnubreytingu í lífeyrismálum með hliðsjón af hlutverki almannatrygginga og auk þess leitt til stóraukna útgjalda hins opinbera í málaflokksins langt umfram það sem gert ráð fyrir í fjárlögum þessa árs. Þess til stuðnings vil ég enn fremur benda á að í töflum greinargerð frumvarpsins sem sýna fjárhæðir ellilífeyris almannatrygginga til einstaklinga með lífeyri úr lífeyrissjóðnum fyrir og eftir lagabreytingur kemur það greinilega fram að greiðslur ellilífeyris og heimilisuppbótur fara lækkandi með hækkandi greiðslum úr lífeyrissjóðum. Enda það meginatriði varðandi forgangsröðun og samspil þessara tveggja meginstoða lífeyristryggingakerfisins sem hér hefur verið komið á. Einnig kemur þetta skýrt fram í mati á efnahagslegum áhrifum frumvarpsins, þar sem meðal annars tekið fram að aukin réttur til greiðslna úr lífeyrissjóðskerfinu hafi þau áhrif að minna greiðist úr almannatryggingunum. Loks vil ég nefna að í tillögum nefndarinnar endurskoðun laga almannatryggingar sem frumvarpið byggist á augljóslega gert ráð fyrir því að greiðslur úr lífeyrissjóðum skuli hafa áhrif á útreikning hins nýja bótaflokks ellilífeyris. Virðulegi forseti, ég held að það hljóti allir vera sammála að vilja löggjafans stóð til þess að við útreikning ellilífeyris og ráðstöfunarfjár samkvæmt lögum almannatryggingar og útreikning heimilisuppbótar til ellilífeyrisþega samkvæmt lögum félagslega aðstoð skyldir allar tekjur ellilífeyrisþega hafa sama vægi. Gildir það allar tekjur, þar með talið greiðsla úr lífeyrissjóðakerfinu. Að frátöldum þeim ívilnandi undantekningum sem nú taldar upp í 4. málsgrein 16. grein almannatrygginga. Því mikilvægt að löggjafinn bregðist hratt við og leiðrétti villuna núna þegar eins og gert ráð fyrir í frumvarpi því sem hér hefur verið lagt fram þannig að enginn þurfi að velkjast í vafa hvað sé hið rétta í málinu. Það nauðsynlegt að leiðréttingu gildi þá einstaklinga sem höfðu öðlast rétt til ellilífeyris eða ráðstöfunarfjár síðustu áramót þegar lög númer 116/2016 öðlast gildi, en einnig þá sem öðlast hafa réttinn eftir þann tíma, jafnvel þó þeir kunni að sækja greiðslur almannatrygginga síður til Tryggingastofnunar ríkisins.
Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og styttist í ræðutími 1 mínútu í síðara sinn. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Já, frú forseti, ég hafði hugsað mér að koma hingað til þess að spyrja hv. þingmann að því hvað þessi leiðrétting myndi kosta ríkissjóð, en það kom fram í máli hv. þingmanns að í rauninni að það snýri öfugt, að þetta myndi vera einhver kostnaður af þessu, að leiðrétta þetta ekki. Og þá, þar sem þetta tók gildi 1. janúar, þá var svona áhugaverð spurning hvað þetta hefur kostað hingað til. Og svo einnig, nú talað það í greiningarinni að þetta eigi að taka gildi með leyfi forseta frá sama tíma þegar og lög nr. 116 frá 2016 öðluðust gildi, það er að segja 1. janúar 2017. Og þá ég forðin að vita, tíðkast það almennt að samþykkja lög sem hafa virkni aftur í tíman? Og kannski svona þriðja atriðið, út af að nú kemur þetta mál frá meiri hluta velferðarnefndar. Og þá ég forvitin að vita bara hvað ferlið á þessu. Ég nú bara einu sinni áður, svona, nú ég bara nýr og að læra hlutina, en mér finnst einhvern veginn eins og þessi leiðrétting hefði átt að koma frá ráðherra og bara hvort að sé hægt að rekja eins svona hvernig það kom til, hvers vegna þetta kemur frá meiri hluta velferðarnefndar en ekki frá ráðherra. Nú veitir svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Nicole Mosti. Fyrst vil ég taka fram frábært að þú mátt gera mistök þar sem þú veist ekki hvað er að gerast í salnum en ekki ég. En hvað varðar spurningar upphæð, það er augljóst í mínu málflutninga að það var gert ráð fyrir upphæð sem er að ræða í fjárlögum, að samkvæmt upplýsingu sem við höfum, það hefði verið í milljarðartal. Hvað varðar af hverju það kemur til okkur í nefndun, þá get ég bara sagt að ráðuneytinu leiti til okkur til að vinna málinu. Nú veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Já, frú forseti, ég þakka fyrir þessi ágætu svör, svolítið sláandi af vísu, en það vantaði svar við spurningu nr. 2 það hvort þetta tíðkaðist að samþykkja lög sem hafa virkni aftur í tímann. Nú skil ég vel að það þurfi að leiðrétta þessi mistök, en það er bara mjög gott mál að þau séu leiðrétt. Það er alveg áhugaverð spurning hvernig þau komu til hið fyrsta, en það er annað mál. En auðvitað á að leiðrétta mistök, ég er bara svona að reyna að átta mig á ferlinu. Þá svarar andsvari síðara sinni 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Nicole Mosti. Ég biðst afsökunar á því, ég missti annar spurning. Aðstæður, veistu, ég hreinlega svar er það að þegar það kemur til okkur, þetta er mistök sem hefur farið í gegnum mörgum höndum. Mörgum höndum. Þar meðal velferðarnefnd sem satt fyrir þessi löggjöf í fyrra, fór í gegnum fram öllum umsögnum. Bara þetta hefur farið, þetta er orðalag inn á lögum sem kemur ekkert í ljós fyrir en þetta liggur fyrir innan, ég man ekki hvað stofnun það var, en það er villu í text löggjöfs. Fyrir ekki? Það var í ráðuneytinu sem fann mistökun. Tryggingastofnun. Fyrir ekki, ég biðst afsökunar á því, ég er pína. En það en mistök af þessi tagi gerist ekkert oft. Var eftir tíma. Þetta get ég ekki svar. Ég eins og þú ný. Þetta er fyrsta skipti ég tek allavega á svona mál. Næstur til að veita andsvar er hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Frú forseti, mér langar að halda þess áfram með umræðina afturvirka lagasetningu. Ég verð alltaf afskaplega svona, mér finnst mjög grunnsalegt ef það fara að setja lög afturvirkt, og ég rek augun í það að lögin sem á að breyta afturvirkt
eru samkvæmt greinargerð að það á að fjarlægja ákveðna ívilnandi undantekningu í lögum afturvirkt. Og sú ívilnandi undantekning sem sagt það að tekjur úr lífeyrissjóðum gildi ekki til skerðingar á ellilífeyri. Þetta eru ákveðnar væntingar, lögmætar væntingar sem að ellilífeyrisþegar hafa getað gert sér hingað til. Og það eru okkar mistök og mistök þeirra stofnana sem að við áttum sem að verða því valdandi að þau fengu ekki rétt greitt. Afturvirk lagasetning sem hefur neikvæð áhrif á þá sem fyrir henni verða og veldur því að ef að þeir hafa einhverjar ákveðnar lögmætar væntingar til þess að fá eitthvað ákveðið, einhver ívilnandi réttindi, að þá stenst það ekki bann við afturvirkni laga að setja slíka lagasetningu. Þannig að ég spyr hv. þingmann, hver eru rök þingmannsins fyrir því að setja þessi lög afturvirkt og finnst henni að standast bann við afturvirkni lagasetningu? Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Nicole Mosti. Eins og var rætt hér áðan þetta mistök sem hefur verið í raun og veru yfirfarið og mist eftir og eftir. Það engin eftirvæntingur til þess. Og mér skilist af samtal með þingmaður sem hefur verið lengur hér á þing en ég að það hefur verið áður eftirvirk lögum. Þegar það mannleg mistök að ræða og hér það að eins og ég las upp hér voru við umræður að eitthvað var slegið vitlaust inn þegar lag komin í gegn öllum þessum hendum. Umsagnir og þarum erum við að tala hagsmunaaðila sem þú nefnir hér mun hafa væntingar til þess greiðslurs. Þau las þessa löggjöf og voru ekki með athugasemdir þá. Svo eftirvæntingar sem eru rætt eru ekki til staðar. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegi forseti, væntingar byggjast gjarnan á því sem stendur í lögum. Ef að lagaákvæði segir að það eigi ekki að skerða ellilífeyri út af einhverju ákveðnu, þá geturðu myndað lögmætar væntingar til þess. Mannleg mistök geta mögulega verið málefnaleg sjónarmið í átt að því að það sé hægt að færa fyrir því rök að megi setja afturvirk lög. Og vissulega hægt að setja afturvirk lög, sérstaklega ef það hafa jákvæðara ívilnandi afleiðingar í för með sér fyrir þá sem fyrir þeim verða. Hins vegar ef það hafa neikvæðar afleiðingar eða taka af fólki ívilnandi réttindi, að þá ber að stíga mjög varlega til jarðar því að það gæti varða bótaskyldu ríkisins og það mjög mikilvægt að framsögumaður málsins sé á hreinu með bótaskyldu ríkisins í þessu máli og sé með það á hreinu hvort það sé yfir höfuð standist stjórnarskrá og standist stjórnskipun ríkisins að setja þessa lagasetningu afturvirkt. Það mjög mikilvægt fyrir réttaröryggi borgaranna í landinu og það skiptir engu hver gerði þessi mistök eða hversu margir stóðu að því. Þetta bara lagaprinsip sem verður að virða. Því að bann við afturvirkni laga bara með grundvallarhugmyndum í okkar réttarríki. Þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Nicole Mosti. Breytingar voru bara birt fyrir einum degi, sólarhring, að á prinsip, ég skil hvert þú ert að fara með það, en ég óska eftir þessu, þú lesir þessu lög upphaflega, eins og þeir sett fram hér, án þessu skýringu sem ég hef sett fram og segja mér að þú hefur væntingu til þess að fá þessu greiðslu. Því að, eins og ég segi, mörg sérfræðingar hefur komið af þessu, bæði hagsmunaaðila sem þú nefnir mun hafa væntingu til þess og þeim sem á að verja það penning sem ekkert í fjárlögum fyrir þetta og koma að þessu niðurstöðu, það hefur aldrei getað verið væntingu til þess. Hvað varðar álit? Þetta í málsmeðferð núna og það mun vera frekari álit. Og síðast til að veita andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, ég heggi orð hv. þingmanns Smára McCarthy
þar sem þetta málið lagt fram af meirihluta velferðarnefndar, en samkvæmt lögum um opinber fjármál þá ákveður ráðherra að leggja mat á áhrif, fjárhagsleg áhrif, áður en þau lögð fram fyrir ríkisstjórn og Alþingi samkvæmt reglum um starfshætti ríkisstjórnar. En kannski af því að þetta einmitt ekki frá ráðherra þá þarf ekki að fylgja kostnaðarmat. Þannig að þegar einmitt ég sé eins og hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir sér afturvirkar breytingar, þá hugsa ég sem svo að það hlýtur að þurfa að borga þessum sem að auka pening afturvirka af því þau fengu minna að einhverju leyti. Þannig fer maður aftur á bak í lögum. Og þá bara sem aðila í fjárlaganefnd að þá hefði ég mjög mikinn áhuga að sjá lögum um opinber fjármál framfylgt og sjá þessa kostnaðargreiningu sem að fylgir sem væntanlega kemur inn í fjárlaganefnd. Og ég heyrði töluna hérna áðan í milljörðum eða milljarði, ég náði það ekki alveg, þannig að vera ágætt ef að hæstvirtur formaður nefndar gæti útskýrt það aðeins nánar. Svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Nikolai Mosti. Fyrst vil ég biðjast afsökun fyrir að kalla þingmenn þú. Ég reyna að læra inn á þessu og þetta rosalega stórt mál sem kemur í mína fangi og fangi nefndarins með mikið flýti. Erfitt að skýra allt, en ég vil bara taka fram hér að greiðslu hefur farið fram eins og ætlað var. Eins og lagt fram í fjármálalögum, eins og lagt fram í fjárhagsáætlun, eins og það var áætlað. Meira hef ég ekkert að segja. Við stendum þar sem við eigum að standa með það, en við verðum að leiðrétta mistökin. Þá er til andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, ég tók einmitt til orðs að því held örugglega þetta frumvarp í desember síðastliðnum, þar sem að það var mikill flýtir í kringum afgreiðslu þessa máls, þannig að ég held að Alþingi sjálft í rauninni geti tekið það smá á sig þau mistök sem hér á urðu vegna málsmeðferðar flýtis. Og ég held að við skuldum öllum góðar útskýringar á því hvaða afleiðingar þessi mistök hafa og hvað í rauninni þau koma til að kosta okkur öll. Ef að það var greitt eftir áætlunum, var þá ekki greitt samkvæmt lögunum eða ég skil ekki. Hvort var rétt í lögunum og þá greitt samkvæmt lögunum eða var greitt samkvæmt því sem að lögin áttu að vera. Svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Nikolai Mosti. Einfalt svar, það var greitt eftir vilja löggjafans. Það var greitt eins og þingið afgreiddi málinu. Þá er andsvarinu lokið og næstu tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Frú forseti, nú að koma í ljós frekar stór mistök í vinnslu frumvarps til laga breytingu á lögum almannatryggingar og þetta mál sem var í vinnslu eða meðferðum nefndar svo árum skipti, en einhverra hluta vegna það kom það mjög seint inn á þingið. Og þegar það loksins kom, það var mikil pressa að klára það. Ég tók þátt í seinni umferð af þeirri meðferð í október í fyrra. En það vill svo oft verða þannig á þingi að það verður mikil pressa og mikil tímapressa sett á svona stór mál. Þingmenn fengu nauman tíma til að rýna almennilega í frumvarpið þannig að skilningurinn væri góður, en það mjög flókið kerfi að ræða og miðað við umfang málsins hefði þurft mun meiri tíma til að afgreiða það. En það kemur nú í ljós að gríðarlega stór og dýr mistök voru í frumvarpinu sem enginn tók eftir og nú þarf að leiðrétta. Og mér finnst sjálfsagt að leiðrétta þessi mistök, en það sem meirihluti nefndarinnar leggur til að breyta lagalegum rétti ellilífeyrisþega afturvirkt og flýta svo málinu í gegn með sömu handarbaka vinnubrögðum og upphaflegu lögin. Þetta fúsk sem ég get ekki tekið þátt í. Og nú á að flýta þessari afturvirku leiðréttingu í gegn án þess að það hafi komið nægilega góð rök fyrir því
að afturvirk leiðrétting hafi ekki íþyngjandi áhrif á lífeyrisþega og án þess að fá fullvissu hvort þetta standist yfir höfuð stjórnarskrá. Þegar fólk fær ofgreitt hjá Tryggingastofnun þá hikar ríkið ekki við að taka peningana tilbaka og nú þegar fólk hefur fengið of lítið greitt þá að breyta lagalegum rétti afturvirkt í stað þess að greiða fyrir mistökin. Réttur einstaklingsins gagnvart ríkinu enginn og mér finnst það ekki að það eigi að vera sjálfsagt að hagsmuni ríkisins trompi alltaf hagsmuni almennings. Ljóst að það þarf að fá álit sérfræðinga til þess að fjalla hvort að fyrirhuguð breyting, sérstaklega með tilliti til afturvirkni laganna, standist stjórnarskrá eða geti mögulega skapað bótaskyldu ríkisins gagnvart ellilífeyrisþegum. Hv. 1. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson, veitir andsvar. Hæstv. forseti. Það þýðir eiginlega ekki að segja í einu orðinu að það sé verið að leiðrétta mistök og tala um að þetta sé að vera að breyta lögunum afturvirkt íþyngjandi. Mistök eru mistök. Þetta með alveg sama hætti og það stæði í lögunum, einhverju lögum, þar sem óþöfu prentast 1-0 eða 2-0 til viðbót heldur en átt að vera. Við sjáum alveg hvað löggjafinn var að gera. Textinn í ákvæðinu rangur. Það þarf að leiðrétta og þá snýst ekkert að fá neitt sérfræðing eitt eða neitt, heldur leiðréttum við mistökin og við erum að gera það og menn gera það aftur, líka í Hollandi. Þetta ekki flókið og þess vegna rétt að gera þetta og gera þetta strax vegna þess að enginn hafði réttmætar væntingar eitthvað annað. Þannig að við erum ekki að breyta afturvirkt íþyngjandi til einhver sem átti einhvern rétt því að réttun var ekki fyrir hendi. Þetta voru mistök. Það kjarni málsins. Og ég vil eiginlega vita hvort að hv. þingmaður Halldóra Mogensen, sem ég kalla óvart Hugrúnu daginn, sé ekki bara sammála mér þetta. Þetta mjög einföld lögfræði bæði á Íslandi og Hollandi. Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen, svarar andsvari. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Brynjari Níelssyni fyrir athugasemdina og bara útskýra hans skilning og sýn á þessu máli. Ég enginn lögfræðingur, þannig að ég sé þetta bara út frá það sem mér finnst skipta mestu máli að benda á vinnubrögðin sem í gangi í þessu húsi, á þessu þingi. Og það bara þannig að þegar þessi mistök sem verða út af þegar hlutunum hraði í gegn og fólk hefur ekki tíma til þess að rýna í málin almennilega, þá kemur þetta fram og mér finnst svo furðulegt að ríkið ekki að axla ábyrgð á svoleiðis mistökum út af því ef ríkið fær ekki að axla ábyrgð þá halda þessi vinnubrögð bara áfram endalaust og það breytist ekki neitt. Þú veist, hvenær eigum við að axla ábyrgð á þessu og fara að breyta hlutunum þannig að það komi ekki fyrir aftur? Hv. 1. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson, veitir andsvar öðru sinni. Hæstv. forseti. Jú, auðvitað má gagnrýna vinnubrögðin og það vont að svona mistök gerist. En þau gerast alltaf öðru hvoru. Og þetta með að axla ábyrgð, jú, menn að axla ábyrgð. En það gerist ekki með því að greiða hér 5 milljarða úr sameiginlegum sjóði til fólks sem reiknaði ekki með því að fá það og ætlast aldrei til þess og reiknaði aldrei með því og hafði engar væntingar það. Þannig að ábyrgðin getur ekki falist í því að fara að greiða til þess 2 mánuði 5 milljarða úr ríkissjóði. Ég mun aldrei taka þátt í því. En vissulega svolítið sérstakt að þetta skuli hafa farið fram hjá svona mörgum, þessi mistök í ákvæðinu. Og eina skýringin sem kann á því auðvitað svo að þetta var aldrei til umfjöllunar. Þetta lá alltaf fyrir að þetta ætti að vera svona. Og þetta var umsagnirnar snerust auðvitað ekkert þetta, þess að alltaf gerðu menn ráð fyrir því að greiðslur úr lífeyrissjóðum yrðu dregnar frá, hefur alltaf verið svoleiðis og það hefði verið risastór stefnubreyting að hafa þetta eins og þetta var síðan í ákvæðinu fyrir mistök. Þannig að ég auðvitað bara líta á þetta svona, þetta eru bara einföld mistök, við lögum það, lærum að því, það mjög gott. Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen, svarar andsvari síðara sinni. Frú forseti, já, eins og ég sagði áðan að þá ég svo sannarlega fylgjandi því að þessi mistök verði leiðrétt. En
mér finnst óþægilegt að leiðrétta afturvirkt en mér skilst að við séum að fá frekari álit og gesti til nefndarinnar sem mjög gott og kannski kemur eitthvað í ljós þar sem á eftir að breyta minni skoðun en eins og staðan akkúrat núna þá finnst mér þetta óþægilegt út af því að mér finnst ég ekki almennilega skilja hvort þetta sé rétt að gera þetta eða ekki. Þá tekur til máls hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Elsa Lára Arnardóttir. Hæstv. forseti, við erum hér að ræða mál þar sem við þurfum að leiðrétta mistök sem áttu sér stað við vinnslu frumvarpsins breytingar á lögum almannatryggingar, lög sem urðu að lögum áramótin. Og við þurfum að flytja þetta mál og meirihluti velferðarnefndar, háttvirtrar velferðarnefndar gerir það nú. Mig langar að taka það fram hér að það vilji löggjafans og vilji löggjafans kemur mjög skýrt fram í greinargerð og öllum umsögnum málið sem voru inni í háttvirtri velferðarnefnd síðastliðið haust. Mig langar einnig að taka það fram hér í þessu örstuttu ræðu sem ég fer hér í að það má ekki gleyma því í umræðunni að málið þrátt fyrir þessi mistök sem áttu sér stað fór ekki með mjög miklum hraða. Það var 2013 sem skipaður var starfshópur til að undirbúa breytingar á lögum almannatryggingar og ef að ég er með tímalínuna rétt þá var það bil 3 ár sem að þessar lagabreytingar voru í vinnslu. Því miður verður einhver ásláttarvilla sem á sér stað inni í velferðarráðuneytinu við skriftir frumvarpsins og síðan fer það bara í gegnum það ferli þetta mál hér í þinginu og þessi villa kemur í ljós í þeirri samkeyrslu sem á sér stað á eldri og núverandi lögum og þá kemur einhver melding upp sem sýnir það að þetta sé ekki nákvæmlega eins og það á að vera. Ég tek undir orð þeirra háttvirtu þingmanna sem hér hafa talað að það sé mikilvægt að kalla til gesti inn til háttvirtrar velferðarnefndar og ef ég skil stöðuna rétt þá verður það gert á morgun eða föstudag og ég mun ekki standa í vegi fyrir því að málið muni ganga til háttvirtrar velferðarnefndar og það mjög mikilvægt að taka það fram líka að þessi mistök verða kannski og ástæðan jafnvel fyrir því að þau koma ekki fram það voru engar umsagnir frá umsagnaraðilum sem fjölluðu þessa grein laganna. Og því var bara allir umsagnaraðilar og háttvirtir þingmenn og aðrir sem komu að málinu að athyglin var ekki þarna heldur var verið að bregðast við þeim athugasemdum sem bárust til nefndarinnar. En eins og ég segi, við verðum bara að læra af þessu, köllum til sérfræðinga og hlutaðeigandi aðila málið, tökum efnislega umræðu inn í háttvirtri velferðarnefnd og tökum síðan ákvörðun hvert fyrir sig hvað fólk vill gera. Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Halldóra Mogensen veitir andsvar. Frú forseti, mig langar til að þakka hv. þingmanni Elsu Láru fyrir að skýra sitt mál. En mér langaði bara svona út af því að hún talaði að væri engin, hefði ekki verið nein tímapressa á málinu. Og mér langaði til að spyrja út, ég gerir mér alveg grein fyrir því að þetta mál var unnið alveg á mjög löngum tíma, sko. En minn skilningur á þessu að þegar málið kemur inn þá kemur það mjög seint inn á þingið. Og á meðan að ég kom þarna inn í október og var að vinna með öðrum þingmönnum með þessu máli að það sem ég upplifði var það að það voru allir að upplifa mikla tímapressu, það þyrfti bara að klára þetta mál, drífa það af og því við vorum að koma að þinglokum og fólk hafði ekkert almennilegan tíma. Ég meina það voru með þess að þingmenn sem kom inn upp í pontu og töluðu að þeir bara hreinlega skildu þetta ekki. Þannig að ég bara spá í út frá því sko þarna kannski ástæða fyrir því að það var enginn sem að sá þessi mistök. Við einhvern veginn lítum öll fram hjá þessu. Hvort að þetta svona viðamikið mál hefði ekki þurft að koma fyrir á þingið og fá bara lengri tíma í afgreiðslu. Hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Elsa Lára Arnardóttir svarar andsvari. Hæstv. forseti, ég vil byrja að þakka hv. þingmanni Halldóru Mogensen fyrir hennar andsvar. Það rétt sem hv. þingmaður segir að málið kemur mjög seint inn á
Alþingi eftir gríðarlega mikinn undirbúning undanfarin ár. Það má heldur ekki gleyma því að þetta mál fór í opið umsagnarferli áður að koma inn til Alþingis inni á vef velferðarráðuneytisins, þar sem öllum hagsmunaaðilum og öllum var frjálst að senda inn umsagnir málið. Ég viðurkenni það vel að það var ákveðin pressa sem átti sér stað til að klára málið og geta tekið undir það, en það var engin umsögn, ekki frá neinum einasta umsagnaraðila sem sneri að þessu lagaákvæði. Þrátt fyrir mikla tímapressu eða einhverja inn í hv. velferðarnefnd síðastliðið haust, þá var farið mjög vel og gaumgæfilega yfir allar umsagnir sem bárust málið og unnið í samræmi við það að bregðast við þeim eða taka afstöðu til þeirra. Ég er þess vissum að ef það hefði orðið umsögn frá einhverjum aðila, fjölda aðila sem höfðu málið eitthvað að segja og sendin umsögn, ef það hefði einhver komið varðandi þessa grein, þá hefði verið brugðist við þessu. En þetta kom aldrei til umræðu í hv. velferðarnefnd á síðastliðið haust. Næstu tekur til máls hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegi forseti, mig langar að byrja á því að svara aðeins hv. þingmanni Brynjari Níelssyni, þar sem að ég tel hann hafa verið að vísa í mína lagamenntun í Hollandi rétt áðan hérna í pontu, og þar sem hann líkti leiðréttingu á þessum mistökum afturvirkt eins og að leiðrétta 2.0 í einhverjum lagatexta sem að óvart hefði farið þar inn. Og í því samhengi þá langar maður að benda á að það eru nú töluvert meira heldur en 2.0 sem að fóru úrskeiðis í þessari lagabreytingu. Ef við horfum bara á frumvarpið sem liggur fyrir okkur hér, að þá eru breytingar í samtals 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 og 8, allavega 8 lagagreinum, þar sem að minnsta kosti 5 eða 6 orðum skipt út. Þannig að 0 hér eða þar er bara alls ekki aðalatriðið. Þetta er spurning það að borgararnir geti lesið lögin í landinu og vita hverju þeir eigi von á. Tekjutrygging er ekki það sama og ellilífeyrir. Það er bara allt annar hlutur. Og þetta er ekki bara spurning einhvers konar innsláttarvillu. Þetta er greinilega stærra vandamál heldur en það. Það eru greinilega stærri mistök sem hafa átt sér stað heldur en það að einhver hafi óvart ýtt tvisvarsinnum á 0 í staðinn fyrir einu sinni eða hvað sem það svo sem er. Og í þessu tilfelli sem við erum að ræða hér núna, þá vitum við að TM fór ekki að lögum. Hann virti vilja löggjafans, en eins og við kannski vitum öll hérna inni að þá er vilji löggjafans, hann gengur ekki fram að lagaákvæðum. Það er að segja greinargerðir ganga ekki fram að lagaákvæðum. Og í þetta skiptið þá heyrum við það hér í þingi að Tryggingamiðstöðin hefur ekki farið að lögum við úthlutun og að löggjafinn gerði mistök og að Tryggingamiðstöðin gerði mistök og að núna sé ætlunin að breiða yfir þessi mistök löggjafans með því að setja afturvirk lög án þess að færa nokkur rök fyrir því af hverju það sé í samræmi við stjórnarskrá og það sé í lagi. Mér finnst einhvern veginn eins og það eigi bara að slæta því í gegn, virðulegi forseti, að þessi lög skuli setja afturvirkt. Því að það er enga rökfærsla að finna í greinargerðinni með þessu frumvarpi hvers vegna lögin eru sett afturvirkt. Það kemur bara fram að lögin skuli vera sett afturvirk. Þannig að ég spyr mig, fyrst að framsögumaður málsins er ekki með á hreinu að það sé ekkert bara OK að setja afturvirk lög og að þurfi einhvers konar rökstuðning fyrir því af hverju við erum að setja lög afturvirkt 2 mánuði í tímann, og það er enga röksemdafærslu fyrir því að finna í greinargerð málsins. Ég hef verulegar áhyggjur af allri afturvirkri lagasetningu sem að færir ekki einu sinni rök fyrir sjálfri sér, af því að það er alltaf alvarlegt inngrip þegar löggjafinn ákveður að setja lög aftur á bak. Við virðumst ekki eiga í erfiðleikum með að setja ívilnandi lagasetningar fyrir þingmenn og ýmsa aðra afturvirkt. En þegar kemur að réttindum ellilífeyrisþega þá ætlum við að hafa það í nokkurs konar neðanmálsgrein að við kjósum að taka af þeim ívilnandi undantekningar sem er að finna í núgildandi lögum og hafa ekki verið virtar
af Tryggingamiðstöðinni. Við höfum heyrt að það kosti okkur 5 milljarða. Mögulega ætti þetta bara að vera dýrkeypt mistök sem að standa vörð réttarríkið okkar. Forseti vill áminna þingmanninn það að íslenska mál þessa þings. Við þingmannum að halda sig við það. En þá veitir andsvar hv. 1. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti. Ég ætla nú að byrja á að leiðrétta þingmanninn það afturvirkt að Tryggingamiðstöðin ekkert inn í þessu máli. Og það engin greitt úr Tryggingamiðstöðinni. En það annað mál. Ég held að mistökin í þessu umræðu, misskilningurinn í þessu umræðu það að við séum að breyta lögunum afturvirkt. Það að segja að við séum með einhverja efnisbreytingu sem afturvirk og íþyngjandi. Það ekki málið. Málið það að við erum að leiðrétta mistök. Það skiptir ekki máli hvort það séu 2-0, 1-0 eða 6-0. Við erum bara að leiðrétta mistökin. Og það kjarni málsins og það hefur oft gerst í lagasetningu að mistök eru leiðrétt og það lítur enginn á það að við séum að breyta lögunum afturvirkt efnislega. Það engin efnisbreyting á leiðinni, það bara verið að leiðrétta mistökin, efnið, tilgangur og vilji löggjafans lá alltaf fyrir. Þetta kjarni málsins og það snýst þetta. Fræðilega ræður afturvirkni og eitthvað eiga bara ekkert við þetta. Það vandamál. Þannig að við getum alveg rifist þessa lögfræði endalaust, en það bara ekki kjarni málsins í þessu. Bara einföld leiðrétting á mistökum. Það svarar andsvar hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir leiðréttinguna á mistökum mínum. Það vissulega Tryggingastofnun sem við á. Og við erum einmitt að rífast lögfræði í þessum sal hér. Við semjum lög og hljótum að geta rifist endalaust lög, ekki satt. Það það sem við gerum á hverjum degi. Svo best sem ég veit. Mér finnst sjálfsagt mál að leiðrétta þessi mistök. Mér finnst ekki sjálfsagt mál að leiðrétta þau afturvirkt. Og það enginn að tala 0 og ekki 0 í þessu samhengi. Hér bara alveg ágætlega ítarlega breytingar að ræða og ég hef ekki fengið fullnægjandi rök fyrir því af hverju það réttlætanlegt í þessu tilfelli að leiðrétta mistökin afturvirkt. Leiðréttuðu þau bara þannig að það eigi við framan af núna eftir þetta, ekkert mál. En ég tel mig ekki geta samþykkt afturvirka lagabreytingu nema að fram komi ítarlegur rökstuðningur fyrir því að það standist stjórnarskrá og það verði ekki þess valdandi að ríkið verði bótaskylt. Nú er andsvaraður sinni hv. 1. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti. Það svolítið skrýtið að heyra í einu orðinu að þetta séu mistök sem allt í lagi að leiðrétta og maður bara ekki leiðrétta afturvirkt. Hv. þingmaður þá að segja það að við skattgreiðendur þessa lands eigum að borga núna 5 milljarða til fólks sem hefur fengið greitt úr lífeyrissjóðum, 5 milljarða. Þetta akkúrat þeir sem kannski best hafa það af þeim sem sækja fá eitthvað af almannatekjum út af þessum mistökum. Þingmaðurinn að segja það? Þingmaðurinn svona annt skattfé og hún finnst allt í lagi að gera þetta svona að mistökin sem þingmaðurinn búinn að viðurkenna séu til staðar að þau bara kosta skattgreiðendur 5 milljarða. Finnst þingmaðurinn það bara í lagi? Mér finnst það ekki í lagi. Svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegi forseti. Það í lagi að leiðrétta mistök og þau á ekki endilega að leiðrétta afturvirkt eins og ég hef verið að segja. Og ég ekki endilega að segja að við ættum að borga út þessa 5 milljarða. Ég að segja að mér líst ekkert á að samþykkja þetta fyrir liggur að við munum ekki mögulega bara síðar þurfa að greiða þessa 5 milljarða.
eftir að þetta mál fer fyrir dómstóla. Að við verðum ekki bótaskyld gagnvart þeim sem að mögulega höfðu lögmætar væntingar samkvæmt þessum ákvæðum. Og ég eða hv. þingmaður getum ekki einsast í dómarasæti það. Og við erum ekkert endilega hæfust til þess að meta það hvort að svo sé eða ekki. Við erum að tala almenn prinsip sem það að það á ekki að setja afturvirk lög sem að geta haft íþyngjandi afleiðingar í för með sér fyrir þá sem fyrir þeim verða. Og stundum þá kostar það bara sitt að standa vörð um réttarríkið. Næstu tekur til máls hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti. Þetta mál kom inn á borð velferðarnefndar leið og upp það komst. Þetta einfaldlega þannig að það búið að vera hér eins og áður komið fram í mörg ár umræða breytingar á almannatryggingakerfinu. Og það kannski endurspeglar svolítið í þessu máli og að þessi mistök gerist það að við tölum alltaf eldri borgara og öryrkja í sama málinu sem við eigum kannski bara að hætta. Og sú vinna var alltaf keyrð saman í þessu máli og það getur skýrt. Svo var hún aðskilin í lok vinnunar eftir þetta langa ferli og það getur verið mögulega ástæða fyrir því að þessi mistök verða. Ef við skoðum öll undirbúningsgögn fyrir þessa lagasetningu þá miða þau að því að kerfið sé núna eins og Tryggingastofnun hefur greitt út frá fyrstu 2 mánuði ársins. Þá greiddu við eins og öll undirbúningsvinnan miðaði að nýja almannatryggingakerfi ætti að vera og lögskýringargögnin gera ráð fyrir og allir útreikningar gera ráð fyrir að ætti að vera og fjárlög þessa árs gera ráð fyrir. Þannig að fjárlög þessa árs gera ráð fyrir því eins og að lögin séu eins og við ætlum að leiðrétta. Þessi mistök kom ekki fram fyrir núna fyrir stuttu út af því að þá fyrst voru lögin birt. Þannig að það hvergi til nein gögn eða neitt sem að gaf neinum lögmætar væntingar að eiga að fá eitthvað frá ríkissjóði meira heldur en hann hefur verið að fá síðastliðin 2 mánuði. Þess vegna bregðumst við strax hér, leiðréttum mannleg mistök sem verða alls staðar þrátt fyrir alla ferla og allar áætlanir og tryggingar og hvað það heitir allt saman. Þannig að málið skýrt og Alþingi hefur tjáð sig með fjárlögum það að svona þetta vera. Þannig að ég held að við þurfum ekkert að mála lengi það með einhverju umræðu afturvirkni laga ekki, af því að hér var ekki til nein gögn málum sem gaf neina lögmætar væntingar. Það var allir sammála að svona ætti þetta að vera. Svo það bara allt önnur umræða hvort sem að tengist þessu máli ekki neitt, hvort eigi að borga einhvern öðruvísi í almannatryggingum. Það verður bara að taka seinna, en það á ekki við hér. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Björn Leví Gunnarsson veitir andsvar. Forseti, nú langar mig að hv. þingmaður útskýri aðeins það sem ég taldi mig heyra hérna, en hann nefndi að lögin væru bara nýbirt en tóku þau ekki gildi 1. janúar. Hvenær nákvæmlega birtust lögin og hvenær var farið að greiða samkvæmt nýjum lögum sem áttu að byrja 1. janúar? Svarar andsvari hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti, ég man ekki nákvæmlega dagsetninguna, það var hvenær lagasafnið var uppfært, en þannig það nú bara og hefur alltaf verið að lagasafnið uppfært 2 ári. Þannig að lög eru samþykkt hér og svo þarf eftir að Alþingi hefur samþykkt lögin þá þarf að vinna lögin og undirbúa til forbirtingar og svo lagasafnið allt uppfært 2 ári og það kemur fram inn á vef Alþingis í lagasafninu þar hvenær lögin voru uppfærð og þannig það og hefur alltaf verið. Nú veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Björn Leví Gunnarsson. Forseti, skil ég hv. þingmann þá þannig að samkvæmt stjórnarskrá þá á að birta lög og birtingarhátt og framkvæmd laga fer eftir landslögum.
lögin tóku væntanlega gildi þegar þau voru samþykkt hérna, eða sem sagt þegar lögin voru samþykkt hérna á þingi þá vissum við innihald þeirra og þegar þau byrja að taka gildi 1. janúar þá ættum við væntanlega að vita allt innihald þeirra laga sem voru að taka gildi. Þannig að óháð því hvort að þau voru uppfærð í einhverju lagasafni 2 ári, það hefur væntanlega ekki áhrif á gildi þeirra frá 1. janúar, ef ég skil þetta rétt. Það svarar síðar andsvari hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti, vissulega, og það er það sem við erum að benda á einmitt í þessu máli, að öll lögskýringargögn liggja fyrir sem samtímagögn. Þannig að þú getur púslað þessu saman og lesið úr hver vilji löggjafans og hvernig lögin eru, og oft ef að frumvörp og annað slíkt eru heildarlöggjöf og eru samþykkt óbreytt frá þinginu, þá getur þú séð hvernig þau munu líta út í lagasafninu þegar þau eru uppfærð það. Það er einmitt í þessu máli að þar sem öll lögskýringargögn þetta fjölluðu að lífeyrissjóðsgreiðslur yrðu ekki að þær myndi skerðast 45% svo aðrar tekjur, að þess vegna tekur var ekki tekið eftir því að sú setning var í 3. málsgrein 16. grein en ekki 4. málsgrein. Það eru mistökin. Og þá er bara flóknar að sjá það þegar þetta er ósamsett og ekki búið að birta lögin. Næstu tekur til máls hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy. Já, frú forseti, ég spurði svolítið, fór í andsvör hér áðan, bara reynilega vegna þess að ég var ekki alveg kunnur öllum atvikum þessa máls, en núna eftir að hafa hlustað á þessu umræður og sömuleiðis átt ágætt samtöl fram á gangi þá skil ég þetta aðeins betur og verð því einlega að taka svolítið undir það sem hefur komið fram meðal annars í máli hv. þingmanns Þórhildar Sunnu Ævarsdóttur að það sé ekkert mjög eðlilegt að það sé lögum breytt afturvirkt og sem ég reyndar nefndi á hann en hún færði töluvert betur rök en ég fyrir. Bara hreinlega á þeim grunni að þegar að lögum breytt afturvirkt einu sinni og þegar það skapast hefð fyrir því, þá skapast líka svo hefð að halda því áfram. Og nú eins og við vitum þá ansi mikið hefðum í þessu þingi, þannig að það er kannski ágætt að vera ekki að búa til neinar fleiri nýjar. Þetta er svona eitt af vandamálunum við þetta, en svo hitt mitt það er mjög nauðsynlegt augljóslega að þetta verði lagfært og hið snarasta, og enda ætla ég alls ekki að standa í vegi fyrir því. Þetta er kostnaður upp á 5 milljarða áðan. Það er rosalegur kostnaður og ef það er fyrir þá 2 mánuði sem tæplega eru liðnir, þá er þetta mikill kostnaður yfir árið í heild, þannig að auðvitað á að laga það. En hitt annað mál að það er forvitnilegt að hugsa til þess að ansi oft kemur það fyrir hjá stofnunum ríkisins, meðal annars Tryggingastofnun og reyndar Lánasjóð íslenskra námsmanna ef út í það er farið og reyndar fleirum, að einhvers konar atriði eru greidd út umfram það sem á að greiða út, og þá eru viðtakendur þeirra peninga umsvifalaust leið og það kemst upp mistökin látnir borga það tilbaka. Og fer þá algjörlega, þá skiptir í rauninni ekki máli hvort þeir sem að hafi fengið peningin hafi gert mistök eða stofnunin sjálf, og yfirleitt það stofnunin sjálf sem að gera þau mistök, og það er engu að síður sá sem fékk peningana sem á að borga. Þannig að hvers vegna gildir þetta ekki öfugt þegar í þessu tilfelli þegar að Alþingi gerir mistök, þegar ráðuneyti gerir mistök, þegar að í rauninni mjög margir sem koma að þessu ferli gerðu mistök? Af hverju getur ekki þetta eina skiptið, getum við ekki sætt okkur við það að þessi mistök voru dýr, en þetta voru dýr mistök sem að eru þess eðlis að réttaríkið í rauninni undir. Það er bara þetta prinsip að maður gerir ekki lög afturvirk sem eru íþyngjandi fyrir fólk.
ég held að það sé alveg full ástæða til þess að ríkissjóður taki þennan skell, þó svo að mér lítist alls ekkert á það út frá svona sjónarmiðum að minnka ríkisskuldir og þar fram eftir götunum, enda það ekkert eftirsóknarvert að ríkið skuldi meiri pening. En þetta samt ákveðið prinsippsmál að við eigum ekki að breyta lögum afturvirkt og kannski bara verður þetta áminning að fara hægar og betri mál til framtíðar og skoða og gera hlutin almennilega. Vegna þess að í lok dags þá það ekki einhver lögskýringargögn, einhver greinargerð með frumvarpi til laga sem gildir, heldur það lagatextinn sjálfur. Það það sem gildir. Og við verðum að sætta okkur við það að ef það ekki vel gáð á honum, þá stór mistök og lögum þau hratt, lögum þau vel, en við skulum ekki fórna réttaríkinu í millitíðinni. Næstu tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, mig langaði fyrst til þess að leiðrétta það sem ég sagði hér áður varðandi að þetta var samþykkt í Asanum í desember en þetta var samþykkt í Asanum í október fyrir kosningar. Það er best að hafa það á hreinu. Þannig að sök Alþingis í rauninni þar að leyfa þann málshraða í staðinn fyrir það sem var í desember, það sem voru einfaldlega fáir daga undir og þó hefði verið hægt að hafa fleiri daga undir þar. Annað sem ég hegg eftir í ræðu hv. þingmanns Vilhjálms Árnasonar varðandi framsetningu á lagabreytingum. Og þetta eitt sem mér hefur fundist vera virkilega óþægilegt að lesa sig í gegnum lagabreytingar, maður nær engu samhengi með tilliti til heildarlaganna, þá getur það mjög erfitt að handuppfæra lögin sjálfur til þess að í rauninni sjá hvaða breytingar lögin hafa. Og maður þarf oft að biðja nefndarritara eða aðra að fá lögin í heild sinni fyrir og eftir breytingar til þess að maður geti borið það saman. Þannig að ég myndi eiginlega vilja nota þetta tækifæri til þess að fá þingið í lið með mér í því að betrumbæta framsetningu á breytingartillögum í lögum þannig að maður sjái alltaf heildina, maður sjái alltaf hvernig það var fyrir breytingar og hvernig það eftir breytingar, þannig að maður getur tekið tillit til lagana og breytingana í heild sinni. Það einu sem ég vildi koma fram á þetta, fram í þessari ræðu, því að miðað við þessi mistök að þá geta svoleiðis einföld framsetningar breyting komið í veg fyrir milljarða króna skaða. Næstu tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Nikolai Mosti. Þakka, frú forseti. Ég vil þakka fyrir umræðu sem hefur farið hér fram varðandi þetta stór mál. Og ég vil bara taka einu augnablik til þess að lesa eftir þann mistök. Bara svo að við erum allir á því að hversu kristaltært þetta Með lögum númer 116/2016 voru meðal annars gerðar breytingar á 16. grein laga almannatryggingar. Eftir að lögum voru birt kom í ljós að vinnslu frumvarpsins hafði átt sér stað villa sem lýsir sig þannig að hinn bótaflokkar ellilífeyri samkvæmt 17. grein sem og ráðstöfunarfé samkvæmt 48. og 57. grein laga almannatryggingar höfðu færst í 3. málsgrein 16. grein þar sem meðal annars greiðslu úr skyldubótum atvinnutengdum lífeyrissjóðum eru tilgreindir. Þessi bótaflokkar áttu hins vegar að færast í 4. málsgrein í 16. grein en þar eru greiðslur frá lífeyrissjóðum ekki tilgreindir. Öfugt við 3. málsgrein þannig var áætlun löggjafans en sama regla ætti við útreikning yfirlýsjóða ellilífeyrissjóðar og ráðstöfun fjár ásamt trygginguna öryrkjar lífeyrisþega en eftir á móti átti 3. málsgrein 16. grein laganna sem undanskildi meðal annars greiðslu úr lífeyrissjóðum tekjuútreikninguna eingöngu að eiga við útreikningu öryrkjalífeyris þess svokallaðs grunnlífeyris til öryrkja. Ég ekkert nær því að skilja þetta meira en þegar ég las það sjálf án skýringu. Og þarinn komist við að það að mistök var gert við vinnslu lögin.
skiljanleg og ég óski þess að það hefði ekki gert svo ég myndi ekki þurfa að standa hér og axla þann ábyrgð sem fylgir því að hér að ræða almenna fé. Almenna fé sem við þurfum í svo mörg brýn verkefni. Við erum að tala 5 milljarðar. Ég finn fyrir þyngsli við þessi ábyrgð sem ég axla hér sem formaður velferðarnefndar. Ég myndi gjarnan vilja að við áttum meiri tíma til að ræða það, að við áttum meiri tíma til þess að fá fleiri álit. En ef ég mætti setja þetta á mannamál sem fyrir mér þessi lög í sjálfu sér ekki á, þá lít ég á þessi mál að við förum að leika okkur við það, að við förum svolítið eins og lott og penning með almenna fé. Þarna fé sem var ekki ætlað til að greiða út. Þetta fé sem við þurfum inn í heilbrigðiskerfi. Þetta fé sem við þurfum í okkar háskólakerfi. Þetta fé sem við megum ekki missa út. Afsakið, ég skulle vera eftir á mannamál, bakdýrumein. Þegar við þurfum að horfa fram á við. Ég myndi gjarnan vilja, ég var ekkert að standa hér og tala fyrir það að afturvirkja lögin. En ég sé ekkert nema það ábyrgð sem ég ber, sem manneskja sem ber ábyrgð á almenna fé. Og almenna prinsip sem hefur verið rætt hér hjá mér að verja almenna fé fyrir það sem það þarf og þeim sem þarf á því að halda. Og með það vil ég ljúka mína ræðu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Tekið fyrir 3. dagskrármálið, almannatryggingar, frumvarp 150. mál á þingskjali nr. 217, nefndarálit 278, 280 og 281, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður meirihluta velferðarnefndar, hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason. Virðulegur forseti, ég ætla að gera grein hér fyrir nefndaráliti meirihluta velferðarnefndar frumvarp til laga og breytingu á lögum almannatryggingar nr. 100/2007 með síðari breytingum og heitir leiðrétting. Nefndin fékk eftir að málið var flutt hér á fund sinn fulltrúa frá velferðarráðuneytinu, frá sérfræðinga í lögum og ríkislögmann einnig. Og svo komu einnig fulltrúa félagi eldri borgara og félagi Landssambandi eldri borgara, félagi eldri borgara Reykjavík og Landssambandi eldri borgara. Þannig að málið fékk, að ég held, góða umfjöllun í nefndinni þar sem helstu mál í þessu frekar erfiða máli komu fram og var gott að taka þær umræður. En markmið með frumvarpinu að leiðrétta mistök sem urðu við setningu laga nr. 116/2016 en í 1. grein voru gerðar breytingar á 16. grein laga almannatryggingar í tengslu við upptöku nýs bótaflokks ellilífeyris. Samkvæmt lögum almannatryggingar nr. 100/2007 meginreglan sú að allar skattskyldar tekjur hafi áhrif á útreikning bóta samkvæmt 2. málsgrein 16. grein laga en í 3. og 4. málsgrein eru taldar upp ívilnandi undanþágur þar sem tilgreint hvaða tekjur skuli ekki teljast til tekna lífeyrisþega þrátt fyrir aðra málsgrein. Eftir að lögin voru birt kom í ljós að við vinnslu frumvarpsins höfðu fyrrnefnd mistök verið gerð þannig að tilvísinu bótaflokkana ellilífeyrir samkvæmt 17. grein og ráðstöfunarfé samkvæmt 48. og 57. grein sem vera átti í 4. málsgrein 16. greinar færðist í 3. málsgrein þeirra greinar, en 3. málsgrein 16. greinar sem undanskilur meðal annars greiðslur úr lífeyrissjóðum við útreikninga bóta á að einskorðast við útreikning örorkulífeyris. Enda voru engar breytingar gerðar á bótakerfi almannatrygginga vegna örorku með lögunum. Og ég tel að rétt komi hér fram að þessi mistök og þessar upplýsingar fékk hv. velferðarnefnd í byrjun febrúar. Það var ekki fyrr en í þessu mánuði sem þessar upplýsingar og vinna nefndarinnar hófst við að leiðrétta þessi mistök. Þannig að meirihluti nefndarinnar telur brýnt að leiðrétta sem fyrst þessi lagatæknilegu mistök þar sem miklir hagsmunir eru í húfi. Verði það ekki gert, gæti það haft þau áhrif
að greiðslur frá lífeyrissjóðakerfinu yrðu undanskildar við útreikning hins nýja ellilífeyris og ráðstöfunar fjár. Meirihlutinn leggur áherslu á að vilji og tilgangur löggjafans að halda óbreyttum undanþágum frá þeirri meginreglu að skattskyldar tekjur hafi áhrif á útreikningu til bóta hafi komið glöggt fram í öllum lögskýringargögnum, einkum í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 116/2016. Þá telur meirihlutinn ljóst af allri umræðu á þingi sem og í samfélaginu að engar réttmætar væntingar til frekari ellilífeyrisgreiðslna hafi skapast og því hafi engin orðið fyrir tjóni. Og það skal tekið skýrt fram að þrátt fyrir annan fréttaflutning frá forystu ASÍ í dag að það hefur enginn fengið greitt samkvæmt því sem að lögin í dag. Heldur hefur verið greitt frá því eins og löggjafinn ætlaði sér að hafa lögin. Það er alveg á hreinu, þannig að það er ekki verið að fara að krefja neinn afturvirkt greiðslur. Það er alveg skýrt að þannig var það kynnt fyrir nefndinni og þannig hefur málið verið unnið og mistökin koma líka í ekki ljós fyrr en eftir að greiðslur höfðu farið fram og nefndinni var ekki kynnt það fyrr en eftir á. En það hefur sem sagt að teknu tilliti að framangreinds leggur meirihlutinn til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt. Hv. þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu þingmannsins. Það er hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Birgitta Jónsdóttir. Forseti, ég tel að sé mjög brýnt að komi fram að það er ekki verið að krefja fólk endurgreiðslur þrátt fyrir þetta fúsk. Og mér finnst mjög mikilvægt að halda því til haga að út frá þeim fyrirspurnum sem hér voru í dag sem hv. þingmaður Halldóra Mogensen beindi til hæstv. félagsmálaráðherra, að þá kom mjög skýrt fram að andi laganna eigi að ráða. Og því langar mig að spyrja hv. þingmann hvort hann telji ekki brýnt að andi laganna þegar kemur að ýmsum vandræðum sem að fólk lendir í hjá til dæmis Tryggingastofnun þegar það er að sækja rétt sinn og það fellur á milli og tölvan segir alltaf nei eins og nýlegt dæmi er þegar að foreldrar tvíbura sem að báðir þurfa að sitja í hjólastól máttu ekki kaupa einn stóran bíl, heldur að kaupa 2 bíla. Er ekki tilefni til þess að við nýtum þá tækifæri núna og skýrum það mjög vel hér á þingi að andi laganna sé ekki eingöngu eitthvað fúsk hjá þinginu sem að svona mistök eins og við höfum svo oft bent á eru þess eðlis að jú, maður hefur fullan skilning á því að hægt sé að gera mistök. En við höfum alltaf að muna, og mig langar að spyrja hvort hv. þingmaður sé ekki sammála því, að við höfum alltaf að muna að hvert einasta orð í lögum getur haft afdrifaríkar afleiðingar fyrir fjölda landsmanna. Þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason. Virðulegur forseti, ég get sagt það að jú, auðvitað á andi laganna alltaf að gilda og vera til fyllingar laga ákvæðum en hér er ekki verið að þræta túlkun laganna, heldur er verið að tala hvernig vilji löggjafans var við setningu laganna og löggjafinn bregst við leið og upp mistökin kemur. Þannig að við erum alveg sammála því. Þetta mál þarf að ganga hratt í gegn. Hvað varðar svo frekari vinnu við það að einfalda kerfið, þá verðum við bara að taka það síðar og ég er tilbúin í þá vinnu. Af því að það er þannig sem að löggjöfin á að vera, hún á að vera einföld og skýr. Og með því að við erum alltaf að sífellt að bæta lögin og flækja þau, þá náttúrulega erum við að fara alltaf langt frá því sem upp var lagt á stað með. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Birgitta Jónsdóttir. Forseti, það er mjög vert að halda því til haga að þegar lögin eru svo flókin eins og þessi lög sem við erum að leiðrétta, sem og önnur lög sem eru að koma hérna í þingið sem að þurfa leiðréttingar við út af því að einhverjum ástæðum að þá komast í gegn mjög alvarlega villur í gegnum þingið að þegar að þingið gerir mistök og lögin hafa núna staðið eins og þau eru
með þessari meinlegu villu að þrátt fyrir það að þá greiddi Tryggingastofnun út samkvæmt því sem að Tryggingastofnun hélt að lögin segðu. Og mér er fyrirmunað að skilja hvernig það sé hægt að stofnanir jafn stórar með jafn mikið af fólki geti framkvæmt svona miklar aðgerðir eins og svona stóra greiðslur án þess að fara mjög ítarlega yfir þau lög sem á að fara eftir. Og ég hef áhyggjur og mig langar að spyrja hv. þingmann að því hvort að hann telji að það sé ekki einhver lærdómur sem eigi að draga af þessu máli út. Ég upplifi það hér klukkan 20 mínútur yfir 8 þegar við erum að fara yfir þetta mál. Engin fjölmiðill á staðnum, engin að fylgjast með hvað við erum að gera og þá að venda þessu mjög hratt í gegnum þingið og þá greinilega ekki að draga neina lærdóma. En ef ég hef rangt fyrir mér þá langar mig að heyra afstöðu hv. þingmanns um það hvaða lærdóma ætlum við að draga af þessum mistökum. Þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason. Virðulegur forseti. Með því að Tryggingastofnun hafi greitt eftir þessu og telji að þá hefur komið ljós hversu skýr vilji löggjafans var og hvernig umræðan var. En varðandi viðbrögðin og þá ræddu við það mikið í hv. velferðarnefnd og hefur verið rætt áður á þinginu að það ættum bara að endurskoða hvernig við vinnum með lögin hér inni og hvað við þurfum að gera til þess að það sé hægt að sjá heildarmynd laganna samhliða vinnu þeirra, hvernig þeir líta út í hverju sinni meðan þingið er að vinna með lögin og það held ég að við ættum bara að ræða áfram til þess að koma í veg fyrir svona. Það er gert við suma löggjöf sem vinnum en það er ekki algild regla og ég held að við þurfum bara að fylgja því eftir að ákveða hvernig við getum verið upplýstari og haft þetta svona gagnsæra meðan ferli við vinnu laga fer fram hér hjá okkur á Alþingi. Til máls tekur framsögumaður 1. minnihluta 2. minnihluta velferðarnefndar, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Frú forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti frá öðrum minnihluta velferðarnefndar, það er að segja þeirri sem hér stendur, það er hún sem skipar þennan annan minnihluta velferðarnefndar, háttvirtrar. Með lögum númer 116 frá 2016 voru gerðar viðamiklar breytingar á almannatryggingalögum númer 100 frá 2007. Vinstrihreyfingin Grænt framboð studdi þær lagabreytingar hins vegar ekki. Í ljós hefur komið að við frumvarpssmíðina voru gerð mistök þannig að tilvísanir voru í rangar málsgreinar í 16. grein laganna eins og lýst er í nefndaráliti meirihluta háttvirtrar velferðarnefndar. Þessi mistök uppgötvuðust ekki fyrr en við birtingu laganna en þessum ákvæðum laganna hefur ekki verið fylgt heldur hafa lífeyrisþegar fengið greitt samkvæmt ætlun löggjafans. Bókstaflegur skilningur á þessum röngu tilvísunum mundi leiða til stóraukinna útgjalda ríkissjóðs. Það hafa ýmis álitamál komið fram í meðferð nefndarinnar málið, sér í lagi hvað varðar afturvirkni laga og eignarréttar ákvæði stjórnarskrárinnar. Sá möguleiki kann að vera fyrir hendi að þrátt fyrir lagabreytingu þá sem hér er fjallað skapi ríkið sér skaðabótaskyldu. Þó að annar minnihluti hafi ekki stutt þær breytingar sem gerðar voru á almannatryggingalögunum telur hann eða hún í þessu tilfelli engu að síður að ætlun löggjafans hafi komið fram í lögskýringargögnum og þá sérstaklega í athugasemdum við frumvarp það sem varð að lögum númer 116/2016.
Sami skilningur á ætlun löggjafans sjáist einnig í umræðum á Alþingi og í samfélaginu og í umsögnum frumvarpið. En í ljósi þess sem að framan sagt og þess að 2. minnihluti átti ekki aðild að breytingum sem gerðar voru á lögum almannatryggingar á síðastliðnu ári, þá mun 2. minnihluti ekki greiða atkvæði með málinu en heldur ekki leggja stein í götu afgreiðslu þess. Þetta það sem segir hér í nefndarálitinu og þessu til viðbótar þá langar mig að bæta því við að ég held að það sé mikilvægt vegna þess að ég held að það vilji enginn að þessi staða, að svona mistök séu gerð, að hún komi aftur upp og þess vegna held ég að sé mjög mikilvægt að læra af svona mistökum og ég held að þar geti skipt máli, það að segja hvernig vinnulag við lagagerð háttað á Alþingi og ég held að þar myndi draga allverulega úr líkum á svona mistökum ef að lagabreytingar eru skrifaðar alveg út þannig að það sé ekki einungis vísað í þær greinar sem eigi að breyta heldur sjái háttvirtir þingmenn sem og ráðherrar sem og aðrir þeir embættismenn sem eru að vinna með lagatextann alltaf hvernig greinin mun líta út ef af breytingunni verður. Ég held að þetta skipti máli varðandi vinnulagið sem og að skoða það hvort ekki sé rétt að málsgreinar í lagatextum séu númeraðar þannig að það þurfi ekki alltaf að reyna að telja það út hvaða málsgrein verið að vísa í hverju sinni heldur séu málsgreinarnar hreinlega númeraðar. Þannig að ég held að svona almennt óháð þessu máli til þess að svona draga úr líkunum á svona mál komi upp að þá myndi þetta hjálpa mjög til við það og vil bara beina því til okkar allra og kannski ekki síst háttvirtrar forsætisnefndar að skoða útfærslu á þessu. Þá tekur til máls framsögumaður 1. minnihluta velferðarnefndar, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldór Mogensen. Frú forseti, ég mæli hérna fyrir nefndaráliti með breytingartillögu frá 1. minnihluta velferðarnefndar. 1. minnihluti velferðarnefndar leggst gegn samþykkt málsins í óbreyttri mynd. 1. minnihluti leggur til að frumvarpið verði samþykkt með gildistöku 1. mars en ekki afturvirkt eins og gert ráð fyrir í frumvarpinu. Mig langar kannski til þess að reifa aðeins svona gang mála innan nefndarinnar þegar við erum búin að vera að fjalla þetta mál og þau álitaefni sem komu fram í nefndinni sem áhugi var að fá svör við og þau voru eftirfarandi. Hvort að fyrirhuguð leiðrétting, sérstaklega með tilliti til afturvirkni laganna, standi stjórnarskrá eða geti mögulega varðað bótaskyldu ríkisins gagnvart ellilífeyrisþegum. Og í ljósi þess að Hæstiréttur almennt hefur talið að ekki megi skerða þegar stofnaðan rétt með afturvirkum og íþyngjandi hætti, hvort að afturvirk leiðrétting í þessu tilviki myndi teljast íþyngjandi. Þau svör sem fengust voru að hægt var að spyrja þessara 3 spurninga í einni spurningu. Stofnuðust eignarréttindi með villunni í lögunum. Þá kom fram í viðtölum við sérfræðinga sem mættu fyrir nefndina að almennt hefur Hæstiréttur áréttað að það margoft í dómum sínum að eignarréttindi verða ekki skert með afturvirkum með íþyngjandi hætti og hafi stofnast eignarréttur að ræða íþyngjandi reglu fyrir viðkomandi bótaþega. Og það var talið mjög óvarlegt að fullyrða að þessi réttur hafi ekki stofnast með skýrum lögum sem kveða á hið gagnstæða. Það hefur mikið verið rætt hér í pontu réttmætar væntingar og fullyrti hæstv. félags- og jafnréttismálaráðherra fyrr í dag að engar réttmætar væntingar til frekari ellilífeyrisgreiðslna hafi skapast. En svo má spyrja sig hvort þetta eigi við þegar farið að fjalla þessi mál í opinberri umræðu hér á Alþingi, það að segja að í gildi séu lög sem heimila ekki skerðingar, hvort að við það tímamark geti skapast réttmætar væntingar borgaranna að laun í landinu gildi samkvæmt orðanna hljóða.
Á meðan allir eru sammála að mistök sé að ræða, þá eins og meirihluti nefndarinnar sé að ganga út frá því að það sé til eitthvað sérstök undanþága gagnvart meginreglum í tilfellum mistaka þegar raunin er ekki sú. Mistök eru ekki lögfræðilegt hugtak. Þau eru hins vegar mjög teygjanlegt hugtak og virðist að frumvarp nýta sér það. Það stendur eftir sú spurning: er þetta leið sem við viljum fara í lagasetningu, að setja lög og svo kannski mögulega muni þeir standa? Er þetta fordæmi sem við viljum skapa? Ég les hérna úr nefndaráliti. Meirihluti nefndarinnar telur að lögskýringargögnin sýni fram á vilja og tilgang löggjafarinnar og að hann sé skýr og að lagatæknileg mistök sem urðu við setningu laga nr. 116/2016 séu augljós mistök og í ósamræmi við vilja löggjafans og að tilgang löggjafarinnar, þetta er frá meirihluta nefndarinnar. Fyrsti minnihluti er sammála því að lögskýringargögnin sýni fram á vilja og tilgang en telur hins vegar ekki sagt að ætlast til þess að fólk skoði lögskýringargögn til að kanna raunveruleg réttindin sín. Lagatextin er skýr og lagatæknilegu mistökin er ekki svo bersýnileg að fyrsti minnihluti telji mögulegt að almenningur geti áttað sig á að augljós mistök sé að ræða. Fyrsti minnihluti telur að lögin verði ekki vera rétta mynd af réttarstöðu einstaklinga og óæskilegt sé að leggja það á herðar almennings að sækja rétt sem hann augljóslega á. Þá komu þau sjónarmið fram fyrir nefndinni að lagatextin sjálfur gæti skapað rétt þó mistök væri að ræða og þrátt fyrir að lögskýringargögn gefi annað til kynna. Fyrir þann hóp sem þetta varðar er þetta augljós íþyngjandi leiðrétting að því leyti að stæði lögin óbreytt myndi hópurinn eignast betri rétt en hann fær nú gagnvart ríkissjóði. Í áliti meirihlutans kemur fram að hann telji að engar réttmætar væntingar til frekari ellilífeyrisgreiðslna hafi skapast og því hafa engin orðið fyrir tjóni. Fyrsti minnihluti telur út frá því sem fram kom hjá gestum nefndarinnar spurning réttmætar væntingar verði ekki fyrirstaða í bótamáli. Réttmætar væntingar eru ekki sterkt hugtak hér á landi. Eignarréttarvernd stjórnarskrárinnar er mjög sterk og skal allar skerðingar á eignarrétti ávallt bæta. Mögulega er það ástæðan fyrir því að aðeins örfáir dómar hafa fjallað réttmætar væntingar. Út frá lögunum eins og þau standa nú er ljóst að lögmætar væntingar hafa skapast hvað svo sem segja má réttmæti þeirra. Fyrsti minnihluti hefur verulegar áhyggjur af því fordæmi sem meirihlutinn setur með afturvirkri lagasetningu og telur því mjög áhættusamt og óvarlegt að fallast á afturvirkni í þessu sambandi. Fyrir nefndinni komu fram þau sjónarmið að veruleg áhætta væri á að ríkið væri bótaskylt vegna mistakana. Verði niðurstaða dómstóla á þann veg getur Alþingi beðið álitshnekki í samfélaginu sem fyrsti minnihluti getur illa sætt sig við. Og í ljósi þess og alls framangreinds leggur fyrsti minnihluti til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingu. 3. grein orðist svo: lög þessi öðlast þegar gildi. Frú forseti, mig langar svo líka til þess að nýta tækifærið til þess að taka undir með hv. þingmanni Steinunni Þóru Árnadóttur og koma á framfæri einfaldri lausn sem gæti komið í veg fyrir svona mistök í framtíðinni, en upp kom svo tillaga að tölusetja almennt málsgreina lagagreina og eins og hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson hefur oft lagt til að lögin verði unnin þannig að hægt sé að sjá hverju er verið að bæta í frumvarp við vinnslu þess og hvað er verið að taka út úr því og hvernig það lítur út í sinni endalegu mynd inn í lagatextanum. Þetta er svona svipað á það sem kallast track changes í Word, afsakið slettuna, frú forseti. Því að mistök eru jú mannleg, en ef við getum ekki lært af þeim og bætt vinnubrögð, þá fara villurnar að líkast gáleysi frekar heldur en mistökum. Þá tekur til máls hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Elsa Lára Arnardóttir. Hæstv. forseti. Eins og fram kom í ræðu hv. þingmanns Vilhjálms Árnasonar, framsögumanns nefndarálits, skrifa ég undir nefndarálit þetta með fyrirvara. Ég, hv. þingmaður og aðrir hv. þingmenn Framsóknarflokksins styðjum að þessi leiðrétting eigi sér stað núna og greiðum þessu máli því atkvæði okkar. Fyrirvarinn snýr að þeim álitamálum sem fram komu fyrir nefndinni og hefðu við ásamt líklega öllum öðrum hv. þingmönnum velferðarnefndar viljað hafa meiri tíma til að reifa málið og finna einhverja ásættanlega niðurstöðu. Við vorum jafnframt í ríkisstjórn á þeim tíma þegar þetta mál fór í gegnum Alþingi og viljum sýna þá ábyrgð á því að klára þetta mál hér
og leiðrétta þessi leiðinlegu mistök sem áttu sér stað. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Nikolai Mósti. Virðulegi forseti. Það þarf að tala á mannamáli breytingar á lögum almannatryggingar nr. 100/2007 frá meirihluta velferðarnefndar. Svo það sé sagt hér að þá urðu alvarleg mistök við breytingar á lögum á síðustu kjörtímabili. Mistök sem óvart bjuggu til réttindi sem aldrei var ætlun að gefa. Þessi mistök setja nefndarmenn í velferðarnefnd uppi með, bæði meirihluti og minnihluti. Þessi mistök kostu 2,5 milljarð á mánuði. Segi þetta bara aftur, svo við skiljum allir þessi þungbyrði sem situr, 2,5 milljarðar á mánuði. Eða 30 milljarðar á ári, 30 milljarðar sem ekki hafði verið gert ráð fyrir í fjárlögum. Eins og segir í nefndaráliti velferðarnefndar meirihluti, með leyfi forseti. Meirihluti nefndarinnar telur brýnt að þessi mannlega tæknilega mistök verða að leiðrétta sem fyrst, þar sem miklar hagsmunir í húfi. Verði það ekki gert, gæti það haft þau áhrif á greiðslur frá lífeyrissjóðakerfinu yrðu undanskildir við útreikningur hins nýja ellilífeyris og ráðstöfunar fjár. Meirihlutinn leggur áherslu á að vilji og tilgangur löggjafans hafi komið glöggt fram í öllum lögskýringargögnum, einkum í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum 116/2016. Þess utan telur meirihlutinn augljóst af allri umræður á þingi sem og í samfélaginu og engar réttmætar væntingar til frekari ellilífeyrisgreiðslna hafi skapast og því hafi enginn orðið fyrir tjóni. Ég vil vekja sérstaklega athygli á þessa síðustu setningu. Þrátt fyrir að einhverjir hafi séð hag sinn í að dreifa röngum fréttum í meintar endurgreiðslur, engar kröfur verður gerðar í þá veru að það hefur engin orð fyrir tjóni. Meginmarkmið lagabreytinganna voru að einfalda lífeyristryggingakerfið, auka rétt þeirra sem höfðu áunnið sér lítinn eða engan rétt í lífeyrissjóðskerfinu og auka möguleika fólks til sveigjanleika til starfslok og upphaf lífeyristöku. Með samþykkt þessara laga náðist stór og mikilvægur áfangi í heildarendurskoðun laga almannatryggingar og þeirra endurskoðun munum við halda áfram á þessu kjörtímabili. Og til að halda áfram á mannamáli, hér hefur ekki orðið tjón. Tjónið gæti hins vegar myndist þegar vegar af mistökum sem gerð voru við breytingar á lögunum verður ekki leiðrétt. Og ég hrædd að þá verður ekki fjárhagslega svigrúm til að halda áfram að vinna í því hækka lífeyrisaldur á áfangum og hækka frítekjumark vegna atvinnutekna þannig að eldra fólk gæti nýtt starfsgetu sína og reynslu samfélagi til heilla. Áhætta sem við sitjum fyrir og ábyrgð sem hvílir á okkur axlir með þessa afturvirkni 5 milljarðar. 5 milljarðar krónur sem alls konar verkefni sem við þurfum að sinna í velferðarkerfinu og í ráðuneytinu. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar við ræðu þingmannsins. Fyrri til að veita andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti. Mín spurning í rauninni sú: gefum okkur að dómstólar myndu dæma ríkinu í óhag. Myndi afturvirk lagasetning breyta einhverju það? Væri slík lagasetning í rauninni ekki sama brot og dómstólar myndu þá byggja á varðandi að hið opinbera væri brotlegt gagnvart þessum þá réttmætu kröfum ef
dómstólar komast að slíkri niðurstöðu. Getum við lagað það? Skiptir það einhverju máli hvort að við setjum afturvirka lagasetningu eða ekki upp á niðurstöðu dóms í þessu máli? Það svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Nikolai Mosti. Virðulegur forseti, ég vil vera alveg hreinskilin. Þegar ég tók skrif undir hennar drengskap að ég myndi alltaf vera heiðarleg með mínu svör, og hér stend ég fyrir framan þig og segir, ég get ekki segja já eða nei við það, og ég veit það ekki. Ég ansi hrætt þessi stöðu sem við stendum í hérna, en ég ætla að vera alveg heiðarleg við þig og segja bara, ég get ekki svarað þínu spurningar. Þá veitir andsvar 9, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, skal vera alveg jafn heiðarlegur á móti, ég hef ekki hugmynd það heldur, þess vegna spyr ég, og ekkert endilega hv. þingmann eða formann velferðarnefndar, heldur í rauninni að varpa þessari spurningu svona til okkar allra, og kannski var hv. þingmaður svo opinn að vera akkurat í pontu þegar ég kom það til hugar. En mér finnst þetta að vera nauðsynleg spurning að spyrja okkur. Hverju værum við í rauninni að brjóta á ef við setjum afturvirka lagasetningu? Það er svo margt sem er hægt að fara úrskeiðis í því í þess áttar vinnubrögðum. Það myndast ákveðin óvissa varðandi bara öll lög ef það er alltaf hægt að leiðrétta þau afturvirkt seinna meir. Það er ekki mjög hjálplegt bara faglegum vinnubrögðum við lagasetningu. Þannig að ef við myndum ekki setja afturvirk lög, myndi það breyta einhverju fyrir dómstóla varðandi allar skýringarna sem að koma með lögunum, og ef það gerir það ekki, af hverju erum við þá að reyna að tróða þessari venju í rauninni upp á, þessi fordæmi? Mér finnst það mjög erfitt mál og ég hugsa sem slíkt, afturvirk lagasetning, það stingur mig einhvern veginn, ég fæ einhvern svona ónót í magann allavega þegar ég hugsa slíkt. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Nikolai Mosti. Frú forseti, rosalega lett á mér að vita að ég ekki eina sem með sting í magann yfir þessu. En með því að afturvirka þá erum við að árétta vilja löggjafans. Það er eitt sem ég get sagt hér. Alla vangaveltur og spurningar hvað ef og svoleiðis, ég gat sagt það. Ég vildi gat sagt hvað ef það snjóar meira á morgun, en ég get ekki svarað því miður. En þessi eftirvirkni að reyna að árétta vilja löggjafans. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Já, virðulegi forseti. Mig langaði að spyrja út í orð hv. þingmanns sem ég hjó sérstaklega eftir í ræðu þingmannsins, þar sem að hv. þingmaður sagði að þótt að sumir, ef ég man þetta rétt allavega, þá talaði hann að þótt að sumir hafi séð sér hag sinn í því að dreifa röngum upplýsingar þetta mál, að þá hafi engar lögmætar væntingar skapast. Mig langar að biðja hv. þingmann að gera aðeins betur grein fyrir þessum orðum sínum. Hefur hún einhverja hugmynd hvaða einhverjir aðilar það ætti að vera sem að sæju hag sinn í því að dreifa hér röngum upplýsingum einhverra hluta vegna viljandi þetta mál, og hvaða rök hún hefur fyrir því, og hvort henni finnist ekki mögulegt að hugsanlega hafi rangar upplýsingar komið fram þetta mál, út af því að ekkert kemur fram í greinargerð með þessu frumvarpi þessa 5 milljarða sem að þingmenn stjórnarmeirihlutans hafa hér vísað í ítrekað. Það er ekkert talað þá í greinargerð né nefndaráliti, og mögulega af því að það skortir allan rökstuðning fyrir ástæðu þess að við séum að setja hér lög afturvirkt í þessu frumvarpi. Það er að segja að það kemur heldur ekki fram í greinargerð hvers vegna er talið ástæða til þess að fara aftur í 1. janúar og láta lögin gilda þangað. Gæti það ekki verið ástæðan fyrir því að það er rangur fréttaflutningur þetta mál, að meirihlutinn hefur hreinlega ekki komið hreinskilnislega fram með þetta mál og hefur reynt að drepa málinu á dreif með því að tala ekki hreint út hvað felst í þessu. Það er ekki talað afturvirkni lagasetningar og það er ekki talað þessa 5 milljarða í greinargerðinni. Hvaða aðilar eru það sem hv. þingmaður heldur að hafi viljað dreifa röngum upplýsingum þetta mál, og gæti ekki bara verið
skiljanlega misskilning að ræða? Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Nikolai Mosty. Frú forseti, það mín bjartustu von að mistök að ræða við þessi röngu upplýsingu sem kom fram í dag. Því að í hufi að tala fullt af ellefisþegir sem þarna úti núna sem hugsa að ríkis að koma að sækja pening á þeim. Ég veit ekki hvaða hag einhverjum hefði fyrir að setja þessi röngu upplýsingur út, en ég sá þetta bara að við verum að leiðrétta þetta. Hvað varðar það var svo mörg spurningar, ég veit að ég næði þeim ekki öllum. Það kalla eina á mig. Þetta var bara að það stendur í nefndarálitinu ekkert það 5 milljarðar. Kemur ekkert fram. Getur þetta ekki bara verið misskilningur? 5 milljarðar er misskilningu? Hvað segir? Að 5 milljarðar er misskilningu? Forseti verður að taka fram að umræður verða að fara fram úr ræðustól en ekki úr sal. Ég biðst afsökun, bara eins og ég nefniði áðan magan í hnútum yfir þessu. Að hvað varðar þessi röng upplýsingur? Ég veit ekki af hverju þetta kom á framfæri og ég er ekki alveg að átta mig á nákvæmlega hvað, við erum ekkert að reyna að fela neitt með þessu. Við erum bara að reyna að ganga frá því. Hvað var það eftirvirkni fram á 1. júlí? Þetta var vilja, eða janúar þetta var vilja löggjöfund, að lögin væri svona frá 1. janúar og þess vegna leitað til þessi dagsetning til að leiðrétta þeim. Ég man ekki eftir áttræst. Það veitir andsvar 9 hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég skal gera mitt besta til að árétta betur það sem ég átti við. Ég vildi spyrja hv. þingmann út af því að hún sagði í ræðu sinni að einhverjir hafi séð sér hag sinn í því að dreifa röngum upplýsingum í fréttum þetta mál. Og því vildi ég spyrja hv. þingmann hvernig hún gæti hugsað sér að hefði einhvers konar hag í því að dreifa röngum upplýsingum þetta mál. Og í því samhengi spurði ég hvort það væri ekki eðlilegt að álykta frekar sem svo að þar sem þetta mál hefur ekki hlotið nægilega góða kynningu, þar sem þetta mál ekki útskýrt nógu vel í greinargerð, hvort ekki bara gæti verið eðlilegan misskilning að ræða út af því hvernig þetta mál hefur verið kynnt, út af því hvað í greinargerðinni. Ekki eðlilegra að halda að þeir sem hafa verið að dreifa fréttum í dag að ellilífeyrisþegar muni mögulega þurfa að greiða ríkinu eitthvað til baka hafi einfaldlega misskilið það út af því að það hvergi talað að það þurfi að greiða 5 milljarða afturvirkt ef við samþykkjum þetta ekki í greinargerðinni með þessu. Og það hvergi gefinn neitt rökstuðningur fyrir afturvirkninni sem það að við þurfum ekki að greiða þessa 5 milljarða til baka. Þannig það ekki bara eðlilegu misskilningur þeirra sem að fjalla þetta mál, frekar en einhver sjái sér hag í því að dreifa röngum upplýsingum þetta mál. Þá svarar andsvari 9 hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Nikolai Mosty. Frú forseti, eins og ég sagði áðan, þetta mín bjartustu von að það var bara misskilningur að ræða. Hvað varðar upplýsingur sem kom fram í greinargerð og upplýsingur sem við fengum, ég skil það. Ég skil það sem ég lesi og samflokksmenn, þau skil hvað í gangi og því má með leyfi forseti lesa upp úr nefndarálitið. Meirihluti nefndarinnar telur brýnt að leiðrétta sem fyrst þessi lagatæknilega mistök þar sem miklir hagsmunir í húfi. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson. Frú forseti, hæstv. Formaður velferðarnefndar, ef hún ennþá á svæðinu, þarna nefnir það réttilega, þetta eru miklir hagsmunir og já, það gerð mistök þarna greinilega. Og það getur verið alvarlegt. En það sem alvarlegra það að mistökin voru ljós 20. janúar. Þá vissu menn að hefði gert mistök. Þá vissu menn að það væru 2,5 milljarðar sem lægi undan hverju mánuði. En við erum núna degi fyrir fyrir 27. febrúar þingið að klára þetta mál og taka afturvirka ákvörðun til 1. janúar að það eigi ekki að greiða út þessa peninga. Hvers vegna var þingið ekki kallað saman fyrr? Hvers vegna var þetta ekki afgreitt fyrr? Það finnst mér mjög einkennilegt. Það fúsk.
Menn gera mistök. Frá 20. janúar það byrjar fúskið. Þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum að komast til botn í og var ágætt ef að formaður nefndarinnar og ég sé að þarna að flutningsmaður meirihlutaálitsins, hv. þingmaður Vilhjálmur Árnason, hann er að biðja að koma í andsvar með þetta. Og þetta er mjög alvarlegt og þá þurfum við að fá að vita hver tók þessa ákvörðun að það skyldi ekki greiða út þetta. Var það Tryggingastofnun? Var það ráðherra? Ef það var ráðherra þá þurfum við að fá athugun á því og ég tala við aðra meðlimi hérna í stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar sem samkvæmt lögum skal með leyfi forseta, þetta er 13. grein, 8. liður, 2. málsgrein, nefndin skal einnig hafa frumkvæði að því að kanna ákvarðanir einstakra ráðherra eða verklag þeirra sem ástæða þykir til að athuga á grundvelli þess eftirlitshlutverks sem Alþingi hefur gagnvart framkvæmdarvaldinu. Komi beiðni um slíka athugun frá umskoti fjórðungi nefndarmanna skal hún fara fram. Athugun getur síðan nefndinni gefið þinginu skýrslu. Formaður nefndarinnar vill sjálfur fá að vita þetta, þannig ég ger ekki ráð fyrir öðru heldur en að nefndin fari þá að skoða það. Þegar þetta er mjög alvarlegt mál. Og svo er verið að segja hérna að nefndin, að ráðuneytisstofnanir geti bara fylgt anda laganna og eiga þeir þó að lesa í anda laganna en ekki laga textan. Þetta þurfum við líka að fá að vita. Þetta er mjög alvarlegt. Og svo er líka sagt að þingið eigi að bregðast við svo fljótt sem hægt er ef svona brotalamir eru. Nei, það var ekki gert og það er ekki verið að fylgja andalagana. En síðan er ekki fylgt andalaganum í kjararáð og á morgun þá stöndum við frammi fyrir því að forsendunefnd ASÍ og SA munu segja okkur hvort að kjarasamningar 70% launafólks 100 kjarasamningar séu í uppnámi. Ekki verið Alþingi gripið inn í eins og sagt var að þyrfti að gera, ekki bara með laun þingmanna heldur ráðherra og annarra sem heyra undir kjararáð, ekki hafa Alþingi gert það, gripið inn í þegar andi laganna er ekki fylgt. Þannig afturvirkt skal tekið þessi réttindi sem voru til staðar og þá komum við að því. Hvers vegna vissi fólk ekki? Hvers vegna hafði fólk mögulega ekki réttmætar væntingar til þess að fá þessar greiðslur? Það var vegna þess að annaðhvort ráðherra, fyrirskipun frá ráðherra eða stjórnsýslustofnun, Tryggingastofnun ákvað að greiða ekkert út þessa peninga þó að lögin sögðu það. Þess vegna vissi fólk ekki að þessu að ætti að fá þessar greiðslur. Þetta er það sem við þurfum að fá að vita. Hvers vegna var þetta svona? Þannig að Alþingi ætlar að setja lög afturvirkt í þessu tilfelli út af því að andi laganna var ekki fylgt. En Alþingi ætlar ekki að setja lög því að anda laganna er ekki fylgt varðandi þeirra eigin laun. Og svo stöndum við frammi fyrir mögulega hrinu verkfalla í kjölfarið á því. Og það eru aðrir kjarasamningar sem þetta er endurskoðað á árinu. Þetta virðist vera tónninn og við verðum að fá svör við þessu í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd á morgun. Þá mun ég byrja að kalla eftir því þar, en það var áhugavert að heyra hvað formaður velferðarnefndar, Nicole Mosley, og svo Vilhjálmur Árnason, framsögumaður málsins, hann málið að segja. Einn hv. þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu þingmannsins, hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason. Virðulegur forseti, ég get nú alveg viðurkennt það, ég er alveg hættur að átta mig á því hvað sé fúsk og hvað ekki hér. Annaðhvort vinnur maður þetta allt of hratt eða allt of hægt. En til þess að geta farið yfir það hvernig þetta mál var unnið, að þá var það eins og það var unnið, ég er ekki að segja niðurstaðan, en eins og málið unnið í algjörri sátt innan velferðarnefndar og þar bara ræddu okkur niður að niðurstöðu í mjög góðri samvinnu nefndarinnar. Við upplýstum alla nefndarmenn leið og málið kom til nefndarinnar og það var í samráði allra nefndarmanna hvenær málið er lagt fram, hvað er undirbúið áður, hvaða gestir eru teknir fyrir og hvernig ferli málsins átti að vera. Það er þessuna sem við erum að klára þetta í dag. En nefndin fékk þetta til sín í upphafi febrúar eftir að var búið að greiða. Þannig að nefndin hafði ekkert það að segja. Við getum ekki svara nákvæmlega fyrir hvernig þetta var innan stofnananna og við vorum ekki ég gerir ráð fyrir því að allan í upphafi
að eftir alla þá vinnu sem hefur farið fram við undirbúningu þessar lagasetningar, þá voru allir sammála hvernig lögin áttu að vera. Það kannski, og svo var að vera að breyta þeim aðeins að mistökin koma miklum líkindum til út af því að örorkulífeyrisþegar og ellilífeyrisþegar fylgja ekki í lokin og þess vegna þarf að gera breytingu. Og þess vegna kannski það sé svona grunn ástæðan fyrir mistökunum en leið og þetta kemur í ljós og þá að fara að vinna eftir því unnið og þess vegna að klára þetta núna fyrir 1. mars. Og við kölluðum gesti til nefndarinnar og reyndum að gera þetta þannig að við getum unnið þetta vel en samt eins hratt og við þyrftum. Það svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson. Frú forseti, Tryggingastofnun veit að þessu 20. janúar. Hvenær veit nefndin að þessu? Því að þetta kemur ekki að borð nefndarinnar fyrir 5. Tryggingastofnun veit þetta, það var áhugavert að vita frá ráðherranum, hæstvirtum, vissi hann þetta? Og ef hann vissi þetta, hvers vegna var þá ekki farið að greiða eftir þessu eða þá kalla þingið saman strax eða hvað? Þetta það sem við þurfum að komast til botns í. Hv. þingmaður ekki sammála því að það einkennilegt að það séu 15 dagar sem líða, ekki? 15 dagar, 16 dagar, 2 vikur, hvað það? Það rúmlega 2 vikur, 1,3 milljarður sem að líður frá því að Tryggingastofnun með þetta þangað til að þingið fær þetta til meðferðar hjá sér. Þá veitir andsvar 9, hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti, það skal tekið fram að þingið kemur fyrst saman 24. janúar, þannig að þá að kalla saman og þegar svona stórt mál kemur upp og þá náttúrulega hlýtur að þurfa að fara yfir allt ferlið og þegar þetta kemur til nefndarinnar þá búið að undirbúa málið og hvaða breytingar þarf að fara yfirfara, hvað mistökin, í hverju félagstu og reikna út kostnaðinn. Þannig að þetta eru gríðarlegir hagsmunir, þannig að ég veit ekki nákvæmlega hvaða ferli fór í gang og það verður bara að skoðast eins og en nefndin vann þetta eins hratt og hún gat frá því hún fékk þetta til sín og út frá því unnum við. Hvenær fengum við vitneskjuna og hvaða upplýsingar höfðum við málið? Af hverju fattast þetta svona seint? Hver eru hagsmunirnir sem eru undir og mér finnst það skipta líka miklu máli hversu miklu hagsmunir eru umfram hvernig þetta mál unnið hvernig á því tekið og úr því leyst. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson. Frú forseti, mér heyrist að ég skil hv. þingmanni rétt, Vilhjálmur Árnason, að þetta eitthvað sem við þurfum bara að komast til botns í að fá að vita. Mín umkvörtun var ekki það hvað nefndin væri lengi að vinna þetta. Mín umkvörtun það að það vitneskja þetta hjá Tryggingamálastofnun 20. janúar og svo líða meira en 2 vikur þangað til að þingið færi þetta á sitt borð. Hver tók ákvarðanir það? Það að ákvörðun var tekin að greiða eftir andalagann en ekki eftir lögunum þýddi það að þessi réttmætu væntingar skapaðust ekki. Hver hefur heimildir til að taka slíkar ákvarðanir? Þetta er eitthvað sem veltur á eftirlitshlutverki þingsins og við munum klárlega á morgun strax í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd fara að kalla eftir upplýsingum þetta. Andsvörum lokið. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Birgitta Jónsdóttir. Forseti. Ég hef ítrekað bent á síðan ég kom fékk það mikilsverða hlutverk að fá að vera hér fulltrúi almennings og gæta hagsmuna almennings á Alþingi hve mikilvægt það væri að alltaf þegar við erum að fara með lög að þá erum við að fara með fjöröng. Það þannig og mér finnst margir þingmenn ekki fyllilega átta sig á því þeir hafa kannski ekki lent í því sjálfir. Þeir átti sig ekki á því að hvert einasta orð, hver einasta setning hefur áhrif, oft á þúsundir manna, hefur áhrif á viðkvæmustu hópa hér í þessu samfélagi því að þeir finna mest fyrir því þegar að hlutum klúðrað.
Og maður verður að spyrja sig, forseti, að því hver ber ábyrgð þegar svona meiri háttar klúður á sér stað í lagasetningu. Þær afsakanir sem ég hef heyrt hér að það var alveg ljóst hver vilji löggjafans var og að þetta klúður hafi hugsanlega mögulega orðið til út af því að einhverju var kippt út á síðustu stundu. Hvers konar lagasetning er þetta sem að við föllumst á að sé í lagi hér á Alþingi? Gera þingmenn sér ekki grein fyrir því að við berum ábyrgð þó svo við þurfum aldrei að standa nokkurn tímann frammi fyrir því að bera ábyrgð? Við berum ábyrgð. Við eigum að gæta hagsmuna almennings hér. Og það er nefnilega þannig, forseti, að þegar ríkið klúðrar og almenningur þarf að borga brúsann, að þá fellur ábyrgðin á almenning. Það er ekki mikið mál að tryggja að ef að einhverjum er ofborgað, sér í lagi hjá Tryggingastofnun, að þeir peningar séu rifnir af fólki. Það er ekkert mál þó að fólk eigi ekki fyrir mat út mánuðinn. Það er ekkert mál. Það er bara þannig, og ég sé að hv. þingmaður sem fer með formennsku í velferðarnefnd hneykslast yfir því að ég minni á það að ítrekað hefur það verið þannig, og þá er ég ekki að tala um þessa ríkisstjórn, heldur ríkisstjórnina þar á undan og þar á undan og þar á undan. Þar sem að fólk kippir sér ekki upp við það að þeir sem að minnst mega sín í okkar samfélagi fá ekki úrbætur út af því að tölvan segir nei. Og við erum hér að tala um anda laganna. Þegar bókstafstrúin á lagabókstafinn er þannig á Tryggingastofnun að fjöldi fólks lifir í kvíða og ótta yfir að sækja sér réttindi sín. Og hér ætlum við að standa og segja þetta sé bara allt í lagi. Það eru fleiri lög hér sem við erum að fara að taka til umfjöllunar þar sem er meira klúður. Og ég verð að segja það að þær útskýringar sem ég fengi á þingmönnum í dag og undanfarið að við ætlum að læra af þessu. Ég hef ekki heyrt nein dæmi það hvernig við ætlum að læra af þessu máli. Ekki nein. Það hefur enginn sagt mig hvað við ætlum að læra af þessu. Hvaða aðgerðir ætlum við að grípa til? Enginn. Og hér ætla fólk bara sem hefur lofað því að við ætlum að stunda góða stjórnsýslu, það hefur ekki lagt neina vinnu í það að koma með tillögur að því hvað við ætlum að gera til að tryggja að svona gerist ekki aftur. Það hefur ítrekað verið talað um það. Við ræddum um það mikið þegar við vorum að ræða það hvernig við ætlum að mynda ríkisstjórn. Það var hluti af þeim viðræðum að við ætlum að fara að ástunda hér betur stjórnsýslu, vandaðri lagasetningu. Ég hef ekki séð neina slíka tillögur koma fram, hvorki frá forsætisnefnd né hjá núverandi ríkisstjórn. Og ef að svona mál er ekki til þess að við vaknum og finnum kraft og orku og fókus til þess að laga vinnubrögðin hér á Alþingi, þá veit ekki hvað þarf til. 5 milljarðar, forseti, það eru miklu peningar sem að meirihlutinn hefur sagt mig að muni ef að það verður til þess að þetta standist ekki stjórnarskrá, að þá verður það rifið af þeim hópum sem að hafa það skítast í samfélaginu okkar. Og mér finnst þetta ekki ásættanlegt, forseti. Mér finnst ekki ásættanlegt að hafa verið hér í 8 ár, ítrekað bent á hvað lagasetning hér er slæm, að það hefur ekki neitt verið gert til þess að laga það. Við þingmenn sem erum að kalla eftir því að fá álit sérfræðinga það hvernig við getum gert góða lagasetningu, gert góð lög og ástunda hér gagnrýni og ástunda hér nauðsynlegt eftirlit með lögum og framkvæmdarvaldi, við fáum ekki aðgengi að sérfræðingum. Við fáum ekki aðgengi að sérfræðingum og það er ekki gott, forseti. Og þið verða að fyrirgefa mér, ágætu þingmenn, virðulegir, að ég skuli hella mig svona yfir ykkur, en mér er bara hreinlega algjörlega nóg boðið. Mér er svo nóg boðið, hér er klukkan 9 og við erum að fjalla hér risastórt mál. Og þá að reyna að koma í gegn mjög hratt, lítil umræða út af ótta við hvað? Og þegar lögin eru svo gráðu svæði að við getum verið hugsanlega skaðabótaskyld fyrir það sem við erum að gera hér. En hver ber skaðann? Hvaða peninga erum við að passa upp á? Það eru ekki peningarnir okkar, það eru ekki peningar ríkisstjórnarinnar, það eru peningar sem koma frá skattborgurum. Og við erum fjárhirðar fyrir skattborgara og við megum aldrei gleyma því, þetta eru ekki okkar peningar.
Þetta er ekki ríkisstjórnin sem á þetta. Við erum að gæta hag almennings og þegar við gerum svona mistök, getum við þá ekki í það minnsta þeir sem bera ábyrgð á því, hver ber ábyrgð á þessu? Má segja það? Nei, það má ekki segja það. Það má ekki segja hver ber ábyrgð á þessu. Ég myndi mjög gjarnan vilja að þeir aðilar sem bera ábyrgð á þessu klúðri stígi hér fram og biðjist afsökunar. Og ég vil að þeir aðilar sem bera ábyrgð á svona klúðri ítrekað komi með alvöru tillögur til þess að laga hér lagasetningu. Við eigum að horfa til Norðmanna. Þeir eru með vandaða lagasetningu og ef það verður svo að við ætlum ekki að læra neitt af þessu, þá megi segja alla trú á lagasetningu. Þá verð ég bara að segja það að ef við ætlum ekki að læra af þessu, þá ber ég enga virðingu fyrir þeim lögum sem hér koma út úr húsi. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Viktor Orri Valgarðsson. Virðulegi forseti, 5 milljarðar út af einhverri lagatæknilegri villu, einhverju fljótfærni, prentvillu, innsláttarvillu, hvað þið kallið það. Þetta er rosalega vandræðilegt klúður, verra en Óskarinn, og ég hef alveg fulla samúð með því að þingmenn meirihlutans háttvirtir vilji helst bara svona laga þetta í flýti og helst í hálfgerðri kyrrþey á þess að mikið fari fyrir því. Vegna þess að eins og sagt hefur verið þá var það vilji löggjafans að greiða ekki þessar 5 milljarða. En við viljum helst búa í réttarríki, eins og ég skil þetta, þar sem farið er að lögum. Og þó ég sé ekki lögfræðingur þá veit ég að lög, sem sagt, bókstafur laganna gengur ofar vilja löggjafans, þó svo að það sé vissulega lögskýringargagn, þá er bókstafurinn sem gildir. Og þó að það væri voða þægilegt einhver veginn, að bara svona mistökin, já, við skulum bara redda þessu eftir, og þá finnst mér okkur bara ekki stætt á því sem Alþingi að ætla bara að vanvirða lögin sem við setjum sjálf. Að bara hætta við að fylgja þeim og vona að það verði ekkert vesen, að enginn verði með vesen, að enginn hafi myndað, og við erum að treysta eitthvað á samfélagsumræðuna, hvort það hafi verið væntingar eða ekki. Ég held bara að við getum ekki sem Alþingi frekar en aðrir ákveðið þessi lög hent okkur ekki, þannig að við ætlum ekki að fylgja þeim og við skulum bara gera það aftur í tímann. Og það er rosalega mikil hentisemi, og ég velti fyrir mér líka eins og fólk hefur talað um gráasvæðið hér. Ef það kemur upp í framtíðinni að svona mistök, svipuð mistök séu gerð og það er ekki alveg jafn skýrt í lögskýringargögnum að það hafi verið mistök, verður það þá hægt að gera afturvirkt aftur. Svo kemur aftur seinna að það er bara ekkert alveg skýrt að það hafi verið mistök, en fólk telur að það séu mistök, þannig að þá breytum við því. Og svo er kannski bara þannig að Alþingi ætlaði að setja lögin svona en þau fóru ekki alveg eins og við vildum. Þannig að þá hljótum við geta breytt því afturvirkt líka, eða ekki? Hvar liggja þessi mörk? Ef Alþingi getur ákveðið það að fara að breyta eigin lögum afturvirkt, og þá sérstaklega náttúrulega er þetta ótrúlega bara sorglegt þegar þetta kemur við kjör þeirra viðkvæmustu í samfélaginu, að mér finnst okkur ekki stætt á því að breyta þessu tilbaka afturvirkt. Það er bara prinsipp, hversu pragmatískt eða þægilegt það væri, þá getum við ekki leyft okkur það. Og ef að til þess kemur, þá getum við bara sett fjáraukalög og tekið þá byrði af okkur sem að skapaðist vegna okkar eigin mistaka eða mistaka tiltekinna aðila. Þannig að eins og ég segi, ég skil þetta er mikið klúður, en við verðum bara að fylgja lögum sem Alþingi Íslendinga. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti. Þann 2. júní síðastliðinn 2016 þá var samþykkt þingsályktunartillaga Helga Hrafns Gunnarssonar, hv. þingmanns, mín og hv. þingkonu Ástu Guðrúnu Helgadóttur, þar sem að segir með leyfi forseta að þingskjöl skal birta í Alþingistíðindum, laga þingsköp Alþingis, þau verða gefin út á tölvutækjasniði, þannig að lög, kaflar í lögum, lagagreinar, málsgreinar, málsliðir, töluliðir og svo framvegis
séu aðgengileg með tölvutækum hætti. Í fyrri ræðum höfum við einmitt talað að hluti af vandamálinu sem kom fyrir hérna var að við náðum ekki stóra samhenginu í breytingum á lögunum. Ef það hefði verið búið að fara eftir og ná markmiðum þessara þingsályktunartillögu þá hefðum við haft aðgang að einmitt þessu lögunum í samhengi. Þannig að ég langar að nýta tækifærið til þess að ýta á eftir þeim starfshóp sem að Alþingi eða forsætisnefnd á að skipa til þess að klára þessa vinnu. Aðeins varðandi orð hæstv. Formanns velferðarnefndar sem að sagði hér áðan með leyfi forseta: við erum að árétta vilja löggjafans. Ég skil það mjög vel, en á sama tíma að þá rekur mig minni í síðasta mál sem við afgreiddum hérna, þar sem að fjallaði allt vilja löggjafans og lögskýringargögnin í raun og veru. Þá get ég ekki annað en hugsað, voru sömu mistök gerð þar? Það var ekki lagagrein í lögum nefnd hæfni dómaraefna sem að kveður á jafnan rétt kynjanna, og þar af leiðandi engin lagagrein sem lögskýringargögnin eiga við. Það er að segja, það ekkert að útskýra af hverju að fara í lögskýringargögnin þegar það engin lagagrein sem var til þess að útskýra. Að samanskapi hérna þá var lagagrein sem var á röngum stað, það var ekkert að útskýra við hana í rauninni. Þannig að það þurfti ekkert að leita í lögskýringargögnunum varðandi þá grein. Mér finnst þetta svona ískyggilega sambærilegt og sama og hv. þingmaður Jón Þór Ólafsson rækti með kjararáð, að þá þessi mál keimlík. Það lagatexti og vilji löggjafans, og það á einhverjum gráu svæði fram og tilbaka, hvort á við lögskýringin eða lagatextin. Og þetta eitthvað sem við þurfum að bæta. Þá tekur til máls hv. 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Gunnar E. Guðmundsson. Virðulegi forseti, mér langaði bara að koma aðeins inn á afturvirkni laga, því að mér finnst þetta svo áhugaverð umræða að núna sé verið að tala um að anda laganna sé ekki fylgt, og það eru fleiri lög sem einhvern veginn greinagerðin hljómaði ekki alveg við lagtextann þannig lagað, og einmitt ríkinu áætluð gríðarleg skaðabótaskylda ef að lögunum breytt afturvirkt. En segjum svo að þetta fari svo að það verði fellt niður, þetta fólk hafði engar lögmætar væntingar til þessara kröfu, að þá eru allar forsendur fyrir okkar háæruverða kvótakerfi fallnar og einkavæðing fallin. Það tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Pavel Bartošek. Já, virðulegi forseti, þessi lög voru samþykkt hér áður en ég kom inn á þetta þing, og það væri sjálf sér gaman og auðvelt að geta þeir hendur sínar á þeim forsendum og með þeim hætti. Mér langar aðeins að koma inn í þessa umræðu og ég skil vel þörfina til þess að koma upp hingað og ræða þetta á þeim forsendum að hér séu mistök að ræða og auðvitað að það sé bagalegt og allt það. En mér langar að koma inn á ákveðnu hugtaki sem heitir þjóðarhagur. Í þessu samhengi finnst mér enginn einn vafi hvar hann liggur. Hér er að ræða mögulega breytingartillögu við þá tillögu sem lögð er fram, og sama hvað okkur finnst hluti eins og afturvirkni laga eða þannig háleit hugtök, þá er það annaðhvort þannig að þessi lagabreytingartillaga sem lögð er fram eykur líkur á því að viðkomandi dómsmál, ef slíkt dómsmál yrði höfðað, myndi vinnast,
eða hún minnkar líkur á því. Og mér finnst út frá sjónarhorni þjóðarhags, vegna þess að hér kom Björn Leví og spurði áðan, myndi að vera þannig að hvað áhrif hefur henni þessi breyting, hefur þau áhrif að hann spurði hvað áhrif hefur þau, og Halldóra Mogensen held ég hafi hv. þingmaður nokkurn veginn svarað því í sinni ræðu þar sem hún talaði fyrir breytingartillögunni að það væri líklegast meiri réttur fyrir hendi ef að slík breytingartillaga væri ekki samþykkt. Þannig að út frá sjónarhorni þjóðarhags þá finnst mér, þó að sé líklegast ekki hlutverk sem einu finnst skemmtilegt að þurfa að standa í að leiðrétta svona mistök með þessum hætti, algjörlega augljóst hver rétta afstaðan í þessu máli er. Þá veitir andsvar hv. þingmaður Jón Þór Ólafsson, en 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar við ræðu þingmannsins. Frú forseti, þá langar bara að spyrja hv. þingmann Pavel Bartošek hvort að hann sé ekki sammála því sem ég nefndi á þetta í ræðu minni varðandi það að við þurfum að skoða hver það sem ábyrgur fyrir þessari ákvörðun, og það nokkuð ljóst að þetta var ekki greitt út og það reyndi þar ekki innkalla aftur, skapaði þessar kringumstæður að væntingarnar voru ekki til staðar. Hver hafði heimild til að gera það fyrst að lögin sögðu að ætti að greiða þetta út, en andilagana var öðruvísi. Er ekki þingmaðurinn hv. sammála því að við þurfum að komast til botns í því hvort að menn voru bara meðvitað sem ríkisstofnun að ákveða, við lesum í gegnum andalagana, við ætlum bara að túlka andalagana og fara eftir andalagana en ekki eftir lagabókstafnum, og það hvort að ráðherra hafi vitað að þessu eða sem að hæstv. ráðherra sagðist að þetta hefði verið meira fyrir eitthvað ferli. Er hv. þingmaður ekki sammála því að við þurfum að komast til botns í hver ábyrgur fyrir þessu og geta komið fyrir þetta í framtíðinni? Þá svarar andsvari hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Pavel Bartošek. Já, ég hef ekkert því til fyrirstöðu að við veltum öllum steinum í þessum hlutum sem öðrum, og ég er sömuleiðis sammála þeim hv. þingmönnum sem hafa komið hér upp og talað nauðsyn þess að bæta lagasetningu með ýmsum hætti. Hitt svona mál að spurningin þá hefði verið rétt ákvörðun að greiða út peninga í samræmi við það sem menn telja þá þessa túlkun laga en ekki anda þeirra. Ég er ekki fullkomlega sannfærður um það. Það verður einfaldlega bara að vera ákvörðun viðkomandi dómstóls ef að menn komast að því að það hefði átt að vera svo. En ég er ekki fullkomlega sannfærður að í svona aðstæðum það eigi viðkomandi stofnun að grípa til þar ákvörðun að greiða út fé án þess að skýr vilji löggjafans liggi fyrir. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson. Frú forseti, en þá stöndum við sem ennþá frammi fyrir því að það var tekið þarna ákvörðun að greiða þetta ekki, og það var þegar Tryggingastofnun allavega meðvituð 20. janúar, en þingið fær þetta ekki í hendur fyrir en rúmum 2 vikum seinna til þess að vera með til afgreiðslu hérna á Alþingi. Það nú oft þegar að svona stórir hagsmunir eins og 5 milljarðar liggja undir, að þá þinginu hrúað hérna inn á jafnvel helgar til þess að klára að setja lög á verkföll fólks, út af því að mönnum finnst að milljarðatalan sé orðin það há fyrir samfélagið, það megi ekki verða meira. Finnst þingmönnum ekki einkennilegt að það hafi tekið heilar 2 vikur að fá þetta hérna inn í þingið til meðferðar? Það svarar andsvari hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Pavel Bartošek. Já, virðulegi forseti, ég ítreka það, ég er ekki það vel í þeim málum, ég er ekki inn í velferðarnefndinni, en mér finnst nú eins og þeir meðlimir velferðarnefndar sem hafa komið hér upp hafi verið skýrt nokkuð vel frá því hvernig það mál kom upp, og að það hafi verið áætlun að undirbúa málið nægilega vel, þannig að það geti þá hlotið góða afgreiðslu þingsins. Eins og ég segi, ég get einungis svarað um það er aðstæður sem ég þekki en ekki þær aðstæður sem ég þekki ekki. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Viktor Orri Valgarðsson. Virðulegi forseti, já, punkturinn þjóðarhag í þessu samhengi alveg skiljanlegur og gildur, en vegna þess að ég talaði réttarríkið áðan, þá velti ég aðeins fyrir mér þessi rök sem hv. þingmaður Pavel Bartošek notaði áðan eru svona nytjarök, það að segja ef það kemur betur út þá ættum við að gera það, og svo ég gerist plebbalegur þá langar mér til að vitna í að John Stuart Mill
sem þekktur fyrir nytjahyggju sína, útfærði nytjahyggju föður síns og James og Jeremy Bentham á þann hátt að við þyrftum samt sem áður að virða ákveðnar samfélagslegar reglur sem að hagur heildarinnar til lengri tíma litið af því að séu virtar frekar en að tímabundnir hagsmunir trompi stöðugt þessar reglur. Þá erum við að tala um mannréttindi, þá erum við að tala um réttarríkið, sem það sem að ég minntist á áðan hér. Og mér langar sumsé til þess, eftir þennan heimspekilega útúrdúr, að spyrja hv. þingmann hvort að hann telur almennt að löggjafinn eigi að geta metið það hverju sinni hvort að það sé þjóðarhagur að ganga á svig við þau lög sem eru í gildi í landinu, og ef að niðurstaða löggjafans sú að það sé þjóðarhagur, þá beri löggjafanum að brjóta þau lög sem eru í gildi í landinu. Þá svarar andsvari hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Pavel Bartošek. Já, löggjafinn getur eðlum samkvæmt erfiðlega brotið lög. Hann setur þau eins og hv. þingmaður veit. Og við erum að sjálfsögðu með stjórnarskrá í gildi sem tryggir eignarréttinn og tryggir það að menn hafi réttláta málsmeðferð. Þannig að ef það sannarlega, það er ekkert útséð að sjálfsögðu, að menn geti sótt mál sitt þrátt fyrir þessa lagasetningu og hvað aðra sem og fengi þá réttindi sín greidd ef þau sannarlega hafa skapast. Ég hins vegar ekki á því að það hafi endilega gerst í þessu tilfelli, en mér finnst árétting löggjafans með þeirri breytingu sem lögð fram vera þess eðlis að það betra samþykki heldur en ekki. Þá veitir andsvaraður sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Viktor Orri Valgarðsson. Virðulegi forseti, ég þakka svarið. Við erum báðir, held ég, óvissir það við hv. þingmaður hvort að afturvirknin standist stjórnarskrá, eins og hv. þingmaður Halldór Mogensen kom vel inn á hér áðan, þá virðist það í raun og veru ólíklegt að það standist stjórnarskrá. Finnst þingmanninum rétt af löggjafanum við svo búið að Alþingi setji það í raun og veru í hendur almennings að sækja rétt sinn gagnvart þinginu eða gagnvart stjórnvöldum ef þau hafa brotið stjórnarskrá, í stað þess að hafa það bara þá reglu í heiðri að fylgja lögum og fylgja stjórnarskrá og meðal annars þeim meginreglum réttarríkisins að setja ekki afturvirkt lög hagsmuni fólks. Það er að segja, ég skil alveg þetta hugarfar, við skulum bara vona að þetta fari vel, en þá erum við að setja það sem sagt í hendur borgara sem eru í almannatryggingakerfinu. Er þetta ekki svona eitthvað frægt moment úr þingsögunni? Það er ekkert verið að hóta mér svo því sé haldið til haga. Er ekki nóg að halda í áréttingarnar í greinargerð? Ég skil ekki alveg. Ég verð að viðurkenna það. Allavega. Þannig að ég myndi halda að við bærum svolítið svona siðferðislega og pólitíska ábyrgð sem löggjafi að reyna okkar ítrasta til að fylgja stjórnarskrá og meginreglum réttarríkis í stað þess að setja í hendur borgara sem eru undir tryggingakerfi komnir að sækja rétt sinn gagnvart okkur og vona bara að það fari vel. Ég veit ekki hvað hv. þingmann finnst þá skoðun mína. Þá svarar andsvari hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Pavel Bartošek. Nei, það er náttúrulega fljótt svarað á þann hátt að ég ítreka það að stjórnarskráin heldur en þá gildi, og ef að sannarlega hafa skapast einhver réttindi þá verða þau sótt, en mér finnst ekki að við eigum að fyrra bragði, vegna sem við sömu rökum þá hefum við getað sagt að við ættum bara einhvern veginn að hafa frumkvæði að því að koma þessu greið út einhverja peninga, og þannig að ég engan veginn á þeirri skoðun. Ríkisvaldið ætti að halda þétt pingjuna, ekki reyna að borga fé sem því ber ekki skylda til að borga. Andsvörum lokið, fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og verður nú gengið til atkvæða.
Fyrst verða greidd atkvæði um 1. grein. Það tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Halldóra Mogensen. Frú forseti, bara mjög stutt. Ég veit að öllum langar til þess að fara heim. Það er ekki augljóst hvort að fyrirhuguð afturvirk leiðrétting standi stjórnarskrá eða geta mögulega varðað bótaskyldu ríkisins gagnvart ellilífeyrisþegum. Sérfræðingar telja mjög óvarlegt að fullyrða að eignarréttindi hafi ekki stofnast með villu í lögunum og vara við þessari lagasetningu. Þetta er ekki leið sem Píratar vilja fara í lagasetningu. Þannig að Píratar styðja það að mistökin verði leiðrétt en ekki með afturvirkum hætti. Nái breytingartillaga 1. minnihluta ekki í gegn munu Píratar sitja hjá við afgreiðslu frumvarpsins í heild. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Frú forseti, líkt og ég rakti í framsögu minni með nefndaráliti annars minnihluta, þá munu ég og við í Vinstrihreyfingunni – grænu framboði ekki greiða atkvæði þessar tillögur til breytinga á lögum almannatryggingar og við munum einnig sitja hjá og ekki greiða atkvæði þá breytingartillögu sem fram hefur komið í málinu. Fyrst verður greidd atkvæði um 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 1. grein er samþykkt með 33 atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði um 2. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 2. grein er samþykkt með 33 atkvæðum. Í nefndaráliti á þingskjali 280 breytingartillaga frá 1. minnihluta velferðarnefndar við 3. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er felld með 33 atkvæðum. Óskað hefur verið eftir því að greidd verði sérstaklega atkvæði fyrri hluta 3. greinar frumvarpsins, það er orðin lög þessi öðlast þegar gildi, og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir fyrri hluta 3. greinar frumvarpsins. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Fyrri hluti 3. greinar er samþykktur með 42 atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði það sem eftir stendur af 3. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Síðari hluti 3. greinar er samþykktur með 33 atkvæðum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar þegar að loknum þessum fundi er slitið. Tekið fyrir annað dagskrármálið, almannatryggingar, frumvarp 150. mál á þingskjali nr. 217, nefndarálit á þingskjali 278, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og verður nú gengið til atkvæða. Greidd eru atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. þingmaður Jón Þór Ólafsson. Forseti, réttur staður, réttur tími núna. Við erum að greiða atkvæði þetta almannatryggingarfrumvarpsbreytingu sem felst í sér afturvirkni vegna þess að afturvirknin tillaga Pírata það að fjarlæga afturvirknina var ekki samþykkt. Þannig að núna gilda þessi lög frá 1. janúar að þá muni greiða atkvæði gegn frumvarpinu. Þó ég sé hlynntur, frumvarpinu svo stendur, þó ég sé hlynntur því að þetta sé leiðrétt, þá er ekki hlynntur afturvirknina mun kjósa gegn. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 33 atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi.